úr grasrótarstarfinu PEP sem grasrót fólks í fátækt sem grasrótin í EAPN og við ætlum svona eiginlega bara að við erum mætt 5 og það getur verið að fleiri komi inn í samtalið síðar. Þannig að við ætlum kannski bara að byrja á að kynna okkur og svona byrja að tala þau málefni sem að brenna á okkur. En ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég hef verið í stjórn EAPN, og hef líka verið mikið í PEP-inu og var samhæfingarstjóri en núna svona horfin í önnur verkefni. En ég er einstæð móðir og er bara svona vinn svona ýmis störf, ég er svona harkverka manneskja og mín reynsla er, ég leigi hjá félagsbústöðum, ég er einstæð 3 barna móðir, ég er að þiggja húsaleigubætur, þannig að það er svona minn snertiflötur við bótakerfið. Hef verið á endurhæfingarlífeyri, þannig að svona þar hef ég upplifað Tryggingastofnun, hef leitað til félagsþjónustunnar sem er batteri sem mikið má taka til í, félagsþjónusta Reykjavíkur, þó sem megi margt gott segja það var það líka alveg svona sín upplifun. En þannig að við ætlum svona að ræða ýmislegt bara svona aðgang okkar að kerfinu og svona upplifun af bótasysteminu og svona skerðingaráhrif og alls konar hjá okkur. Þannig að ég ætla bara að biðja næsta þáttakanda að kynna sig. Geirdís, vilt þú kannski vera næst? Já, komið sæl. Ég heiti Geirdís Anna Kristjánsdóttir og ég er öryrki og er meðlimur í kjarahóp Öryrkjabandalagsins, auk þess að vera í ýmiss konar stjórnarstörfum. Mín reynsla af kerfinu, hún nú ansi margþætt vegna þess að ég var einstæð móðir og ég hef þurft að glíma við bæði Tryggingastofnun og félagslega kerfið. Í dag bý ég í hjólhýsi og bara, gerir mitt besta til þess að láta hlutina ganga upp bara eins vel og ég get fyrir mig. Og ég hef líka verið að starfa með PEP-inu síðastliðin 5-6 ár cirka. Og hef komið svona að einu og öðru starfi. Baráttu starfi fyrir bættum réttindum og öðru slíku. Já, takk. Heyrðu, Sanna, vilt þú vera næst? Já, ég heiti Sanna Magdalena Mörtdóttir, ég er 28 ára gömul, ólst upp hjá einstæðri móður sem var í láglaunastarfi, leikskóla Reykjavíkurborgar. Núna er ég borgarfulltrúi fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Ég hef kynnst í góða starfi sem fer fram hjá PEP Ísland og svona kynntist PEPurum þegar ég kom fram með mína reynslu á því að hafa alist upp við barnafátækt og svona hef talað opinberlega bara mína upplifun að því sem að ég og mamma vorum að ganga í gegnum. Núna er hún á örorkubótum og já, ég er líka mannfræðingur. Ég er með BA og MA-gráðu í mannfræði. Alltaf unnið frekar mikið með námi en í lokin þá var ég að taka óhagstæð lán til að koma mér í gegnum þetta og er ennþá að greiða framtíðinni lánasjóð tilbaka fyrir það að vera með þessa prófgráðu mína. Takk. Helga, vilt þú vera næst? Eða Hildur, vilt þú taka næst? Herri, já, ég heiti Hildur Oddsdóttir og er 42 ára gömul. Ég er öryrki. Ég er einstæð móðir á 2 unga flotta stráka.
ég þekki sem sagt bæði á félagsbótum og vera endurhæfingu og er akkurat á örorkubótum í dag, þannig ég þekki að fara svolítið gegnum þennan feril og þennan pakka. Ég er búin að vera sem sagt í peppinu núna í 5 ár og mjög virk þar og ég hef tekið þátt í alls konar verkefnum sem hefur verið beðin að taka þátt í með einmitt peppi og hef komið fram og sagt mína sögu oftar en einu sinni og oftar en 2 og held bara áfram að segja mína sögu og ná til flestra. Og jú, ég kom fram í þáttunum Kveik fyrir árinu. Þar var verið að tala fátækt á Íslandi og er mjög stolt af því verkefni. Og já, hvað ég segja meira? Ég er stolt að vera akkurat þetta bara sem vettvangi með ykkur og tala 17. október. Já, frábært. Takk. Helga, ertu tilbúin? Afsakið, ég bara var að færa mig á milli staða. Ég nefnilega staðsett heima hjá móður minni akkurat núna en ekki heima hjá mér. Þannig að ekki alveg svona mitt vanalega umhverfi. En já, ég heiti Helga Hákonardóttir. Ég er peppari, búin að vera það í 4-5 ár. Ég starfa mikið með peppinu núna, búin að vera mjög virk þar núna undanfarið. Ég þekki skerðingakerfið allt og vel. Tryggingastofnun, búin að vera öryrki í mörg ár. Á líka fatlað barn og á svo annað barn líka. Ég hef líka þurft að fást við félagsþjónustuna og kerfið þar. Ég þekki húsaleigubætur. Og já, ég á 2 börn, einstæð, búin að vera það í 15 ár. Og dóttir mín að lauma sér einmitt inn í myndavélina svo hún komist alveg örugglega með. Og já, ég veit ekki hvað ég að segja meira. Ég er búin að vera í sjálfboðalega störfum mikið, alls konar og hinum ýmsu störfum með, eins og heilsan hefur leyft. Já, við erum sem sagt mættar 6 saman og ég Hans Jónsson var líka rétt að hann var að ströggla með tenginguna sína. Þannig að hann kemur vonandi inn aftur og þá bara tökum við á mótunum og leyfum honum að kynna sig. En mig langar að byrja aðeins að tala að því við gerðum svona smá myndband sem að við sem sagt erum búin að sýna núna þegar þetta er farið í loftið. Þar voru, held ég, þeir voru allar í því myndbandi að tala skerðingar annars vegar og svo líka svona tókum við aðeins fyrir þessi lágmarks eða svona viðmið sem að við vitum alveg að allar bætur eru langt undir framfærslu viðmiðum. Mér langaði aðeins að bara byrja á þessu með bótaskerðingarnar. Hver vill byrja að taka þennan bolta? Geirdís, það er þú til dæmis varst að tala skerðingar þegar þú reynir að vinna. Þetta kerfi er náttúrulega bara flókið. Þetta kerfi er engan veginn til þess að hvetja fólk með skerta starfsgetu til þess að reyna fyrir sér á vinnumarkaðinum. Vegna þess að það eru örorkubótunum skipt upp í ákveðin marga flokka og það eru skerðingar í þeim öllum, byrja á einum stað og fara síðan stigvaxandi eftir því sem að tekjurnar þínar hækka og við ákveðna krónutölu að þá semst bara missir þú allan rétt til bóta frá almannatryggingakerfinu. Ég til dæmis fór út á vinnumarkaðinn í fyrra
fékk 50% starf sem skrifstofustjóri og það kostaði það að að því að ég byrjaði ekki að vinna áramót, að þá fékk ég skerðingar og bakreikning fyrir fyrstu 3 mánuði ársins sem að ég var eingöngu að fá greiðslu frá almannatryggingakerfinu og þetta var í það heila einhverjum réttum 250.000 krónur reikningur sem að ég fékk í bakið fyrir það að sýna sjálfsbjargar viðleitni og fara út á vinnumarkaðinn. Og fyrir það hafði ég fengið reikning líka í bakið vegna þess að ég hef með reglulegu millibili gert mjög heiðarlega tilraunir til þess að fara út á vinnumarkaðinn vegna þess að það bara mannskemmandi að sitja heima og í raun og veru bara kona niður. Ég veit allavega fyrir mitt leyti að leið og ég hætti að hafa eitthvað fyrir stafni, þá ég komin í þunglyndi og fann að loka mig af. Einmitt. En þetta kerfi að það einmitt, mjög letjandi fyrir fólk sem að hefur einhverja getu til þess að fara út á vinnumarkaðinn. Vegna þess að þér alltaf hengt fyrir að reyna að bjarga þér. Já. Það sem mér finnst Í dag að þá einmitt, ég ennþá að borga vegna þess að eftir að ég hætti að fá uppsagnarfresti minn greiddan af því að ég missti vinnuna, að þá varð ég fyrir tekjumissi í útborgum tekjum upp á réttum 150.000 krónur. Já. Og það bara, mann munar minna, sko. Já, akkurat. En heyrðu, þá Hans Jónsson aftur kominn inn. Velkomin Hans. Já, blessu. Heyrðu, við vorum nýbúin að kynna okkur en þú mátt mjög gjarnan kynna þig. Já, heyrðu. Ég heiti Hans, ég fæddur og uppalinn á Akureyri og býð þar aftur núna eftir að hafa farið á Hvammsur þessum tíma. Ég öryrki, þannig að ég hef talsverða reynslu í að díla við Tryggingastofnun og svona skemmtilegri batteri. Og já, hvað var það? Ég er 38 ára, ég búin að vera brasast svolítið í pólitíkinni með Píraturum. Ég veit ekki annað hvað ég ætla að bæta við. Þetta bara mjög fín kynning, takk. Við erum að tala sem skerðingar í bótakerfinu og það svona ýmislegt. Það á ýmis að taka. En ég langaði aðeins að koma til þín Helga. Já, ok, Helga setjum smá bið á Helgu. En Sanna, ég kannski kem til þín næst af því að þú varst í þessu myndbandi sem við settum saman, af því þú ert náttúrulega barn öryrkja, eða mamma þín var í láglaunastarfi og svo var hún öryrki. Og þú sagðir okkur frá því að þegar þú varst 18 ára, þá byrjuðu tekjur móður þinnar að skerðast. Þá við vorum að rifja þetta upp og þá í rauninni þurfti að tilkynna, minni mig, að það hafi verið komin fullorðinn einstaklingur inn á heimili. Því leið og barn orðið 18, þannig að það það ekki barn lengur og ég byrjaði að vinna á Serrano, ég var 917 og fyrir þann tíma hefði ég verið að byrja út og fengið einn tekjur og náttúrulega allar tekjur hafa áhrif á húsaleigubætur, sérstakan húsnæðisstuðning, þannig að allt þetta náttúrulega reiknast í tekna og getur þá lækkað þennan stuðning og ég meina, jú, maður skilur það að einhverju leyti að leið og það eru komna meiri tekjur inn á heimilið og þá kannski þurfi heimilið ekki á eins miklum stuðning á að halda en þegar maður 18 þá maður samt ennþá barn og ég var í vinninni til þess að geta keypt hluti sem maður þarf til þess að geta farið í menntaskóla eða halda áfram í framhaldsskólanum því að þetta allt mjög dýrt einmitt þessar reiknivélar, skólabækur, skólagjöld og það ekki þannig að maður getur bara búið heima og ætlast til þess að foreldrar greiða allt fyrir mann. Þannig að bara leið að maður 18, þá maður bara fullorðinn og
þannig að ég var veltið fyrir mér sko hvernig þetta eins og sé sífellt verið að fylgjast með fátæku fólki, af því að ef þú átt þitt eigið heimili og kannski að greiða afborganir lána, þá ekki eins og lánin allt í einu hækki af því að barnið þér orðið 18 ára. Þú veist, þú getur leyft barninu þínu að búa hjá þér frítt ef þú vilt, en ef það í félagslegu leiguhúsnæði, þá einhvern veginn það ekki í boði. Nei, og einmitt líka þegar þú ert öryrki, þá náttúrulega missir þú heimilisuppbót. Já. Það ekki rétt hjá mér, já. Það einmitt eitthvað sem að... Það að búa einn til þess. Já. Þannig að þú ætlar kannski að þú hefur kannski búið einn og fengið heimilisuppbót og svo kannski barnið bara á milli staða og þarf aðeins að koma til þín í nokkra mánuði, að þá það eiginlega ekkert hægt. Nei, einmitt. Allavega ekki ef maður vill vera heiðarlegur og skrá lögheimili á viðkomandi dvalarstað. Þú nefnilega talaðir þetta líka, Hildur. Þú átt líka barn sem orðið 18. Mikið rétt. Já, þú þurftir að standa. Það eins og ég var að hlusta á Sönnu mitt, mér leiðins ég var bara að, ég náttúrulega mamman, sem einmitt að upplifa þessar skerðingar, að lega barnið náttúrulega 18, að það þarf að sýna og sanna. Ég meina að það eins og það, hann hafi breyst bara í sambýlismann. Ég þurfti að fara að beða að sækjast eftir vottari fyrir skólann til að staðfesta að hann væri í skóla, til að sækja heimilsuppbóti og sýna og sanna, og það náttúrulega gekk ágætlega fyrir sig, en í seinna skiptið þegar ég sótti aftur þá tók það 4 vikur, þeir gáfu sig 4 vikur og ég þurfti að bíða og var að bíða eftir að fá hennar pening til að klára borgareikninga. Þannig að það skerðist ýmislegt. Ég meina hann var að vinna í sumarvinnu til að afla sér smá tekna, og það hafði áhrif á húsaleigubæturnar. Þannig að við erum búin að hitta svolítið á vegginn þetta síðan hann varð 18. Og við erum búin að vera svolítið að spá í þessu núna síðustu dagana, hvort að við ættum bara að flytja lögheimilans, sem frekar sárt. Þetta ennþá barnið hans, og þá hún sé orðin 18, þá ennþá svona pínu, ennþá svona ábyrgðar svona staða hjá manni sem móðir, af því hann í skóla og mann alltaf, af því hann barnið sem búin að alast upp við fátækt síðustu 18 árin. Og maður náttúrulega að tryggja hans framtíð með því að klára skóla. Þannig að við erum búin að svona gangi gegnum alls konar svona og Já, einmitt. Hvað maður segja, þrautar. Já. Þannig að honum finnst þetta mjög sárt að sko, þegar ég sagði þetta við hann, að hann flokkast sem sambýlismaðurinn minn en ekki barnið mitt. Já. Hún fyrst það svolítið stingandi. Já, einmitt. Þetta einmitt Helga, þú einmitt komst inn á þetta. Það reyndar skilaði sér ekki allt í klippta myndbandinu, en þú einmitt sagðir það sama, að þetta mjög skrítið, af því að það náttúrulega ólöglegt að vera í sambúð með barninu sínu, þannig að, já. Helga, já, kynjaspell algjörlega ólöglegt. Já, og bara óskiljanlegt. Já, það sem að mér finnst líka rosalega ósanngjarnt er það að því að ég á fatlað barn, og þá hef ég ekki rétt á því að sækja áframhaldandi húsaleigubætur, heimilisuppbót segi ég, til tvítugs, af því hún skilar ekki einingum þar sem hún fötluð. Þar lendi því dækt fyrir mig að sækja vottorð til skóla og sína fram á hún sé ennþá í skóla eða neitt slíkt. Og en það kom bara bréf frá Tryggingastofnun og tilkynnti mér það, við varum komnar í sambúð mæðgurnar, þeir reyndar voru með rangt nafn á barninu mínu, kennitölu, en þeir skýrðu hann að nýju nafni. Ég veit ekki hvort þau eru svona ósátt við nafnið á barninu mínu, ég veit það ekki. Mér finnst þetta fallegt nafn. Mjög einfalt, en já, húsaleigubæturnar lækkuðu leið og heimilisuppbótin datt út og það var ansi margt sem að skertist við það að hún yrði 18 ára.
einmitt. Það er mjög undarlegt kerfi. Já, einmitt. Hans, má bjóða þér að koma inn í þessa umræðu? Hver er þín reynsla á svona skerðingum í bótakerfinu? Þú þarft að... Já. Já, það eru leiðbeiningar á þessu það ít á takka til þess að ég nota svona push to talk, en það ætlar ekki að virka fyrir mig. En það er eitt af þessu sem við tölum svolítið fyrir að fyrst að ég á líka barn, ég er líka mamma í þessum hóp, sko. Og þegar barnið mitt verður 18 ára, þá er ákveðinir stuðningspeningar sem detta út. En ég var ekki með heimilisuppbót á þeim tíma og er ennþá ekki með heimilisuppbót. Vegna þess að reglurnar með heimilisuppbót gera ráð fyrir því að þú sért einhleypur. Og þetta er einn af þessum hlutum sem stundum er talað í samhengi þess að berjast fyrir jöfnum réttindi alls konar hinsegin fólks til þess meðal annars að gifta sig. Það gildir ekki það sama ef maður er öryrki eða ef maður er ekki öryrki. Ef þú giftir þig sem öryrki þá ertu ekki lengur einhleypur. Þá skiptir ekki máli hvernig búsetuformið er. Nú er það þannig að eiginmaðurinn minn býr úti í Kanada og ég fæ ekki heimilisuppbót og hef aldrei fengið heimilisuppbót af því ég er ekki einhleypur öryrki. Það skiptir ekki máli að ég sé einn með heimilinu mitt að halda því uppi. Það skiptir máli að ég sé ekki einhleypur. Það er til undanþága á þessu fyrir fólk sem er gift en er á 2 mismunandi stöðum. Það er sko ef að makiðinn er á stofnun á Íslandi. Þá getur þú fengið heimilisuppbót af því að þú ert greinilega einn að sjá þitt heimili þá. En ef að makiðinn er búsettur annars staðar þá bara, ég veit ekki, þið eru bara að gera betur, sko. Þannig að, Já, þetta er mjög skemmtilegt, all þessi box í kerfinu. Ég einmitt lenti í svipuðu þegar að því ég og erlendan barnsföður sem hefur aldrei búið á Íslandi, þá var ekkert auðvelt að sækja meðlag. Til dæmis, af því að það er þetta er utan embættis sýslumanns og þannig að þetta er, já, ég valdi bara að láta það í friði vegna þess að það var ómikið vesen. En já, en hvað segir þið, er eitthvað annað sem þið viljið fram, eigum að taka framfærslu viðmiðið? Ég langaði þess að nefna, sko, í samhengi við leið og allt detti út þegar börn eru 18, þá svona finnst manni eins og skilaboðin séu, sko, heimili ykkar þarf ekki stuðning, við vorum búin að viðurkenna að það þurfti þennan félagslega stuðning, en núna á bara þetta barn að taka við. Þú veist, þó að þetta barn sé að reyna að breyta sínum aðstæðum af því að samfélagið er búið að kannski kenna því að það komist ekki úr fátækt nema með því að mennta sig eða af því að barnið er bara að reyna að mennta sig því að hefur áhuga á því eða vill stunda einhvers konar nám sem að þeim finnst skemmtilegt, að þá ætlum við bara að ætlast til þess að það sjáu að veita heimilinu þann félagslega stuðning sem að einhvern veginn við höfum komið með til handa fjölskyldunni. Það er einhvern veginn skilaboðin, á sama tíma og skilaboðin úr samfélaginu er einhvern veginn að fólk eigi einhvern veginn að vera rosa virt og ekki bara heima hjá sér og gera ekki neitt. Leiðum að fer út af heimilinu og gera eitthvað, þá bara nei, þetta má ekki, þetta er bannað. Já, verið að varpa svolítið ábyrgð yfir á börn fátæks fólks. Einmitt, eins og ábyrgðin hafi ekki verið nóg fyrir, bara að því að þurfa að alast upp í fátækt. Þetta er eins og með barnalífurinn og meðlag. Þegar náttúrulega börnin verða 18, þegar þeir eru í skóla, þá náttúrulega geta sótt bæði meðlag og barnalífurinn. Og þetta er svona í rauninni svolítið sko nýtt fyrir þeim og líka pínu kvíði fyrir þau að sækja þetta. Af því þarftu akkúrat líka að skila staðfestingu frá skóla þegar þú ert að sækja hvort tveggja. Og eins með meðlagi þá þarftu náttúrulega að fara með það í sýslumannin og náttúrulega sko, eins og hjá stráknum mínum, það er náttúrulega faðirinn að samþykkja og spurningarnar sem að var hann þurfti að vita hvað pabbi sinn byggja og eitthvað svoleiðis. Þetta var svo mikið kvöð fyrir hann bara hætti við. En hann gat sótt barnalífurinn í gegnum mig, þannig að hann þykkur það. En þarna var þetta rosalega stórt og svona stór pakki fyrir
strák sem 9 ára, 18 ára og bara að fara að læra og takast við að vera sjálfráða og fjárráða. Þeir þurfa náttúrulega leiðsögn og gefa þeim smá tíma. Ég mátti í rauninni ekki skipta mig neitt, bara hafa sagt um mig, hann 18 ára og ég hef ekkert, ég ætti ekki að skipta mér á þessu. Já, einmitt. Þannig, já, þetta skrítið kerfi. Já, mjög skrítið. Já, mér langar aðeins líka því að Geirdís, sem þú nefndir, að því að þú færð ekki heimilisuppbót, að því að þú ert ekki með lögheimili. Það er rétt. En þú ert samt að reka heimili? Ein? Já. Ég á þetta hjólhýsi og ég rek þetta heimili. Ég þarf að borga leigu af stæðinu sem að ég er í og ég þarf að kaupa í matinn og ég þarf að eiga fyrir samgöngum, hvort sem það er bensín á bílinn eða almenningssamgöngur. Þá þarf ég að sjá fyrir mér. Og það er nokkuð víst að á Íslandi þá lifir enginn á loftinu. Matarkarfan og hún hækkar og hækkar. Já, einmitt. Og þá kannski komum við í þessi framfærslu viðmið. Er einhver að láta endan á saman? Nei. Hvernig já. Já. Því að ég man einmitt að þú nefndir Geirdís einmitt það sem að ég hef oft velt fyrir mér, að þegar þú ferðu til dæmis vilt fara í greiðslumat til þess að athuga hvort þú megir kaupa þér húsnæði, sem ég hef einu sinni reynt að gera. En þar eru notuð viðmið sem er alveg ofboðslega skrítin. Þú átt að vera að gera alls konar hluti sem að þú myndir ekki láta þig dreyma og eyða alveg fullt af peningum í hluti sem að þú eyðir mjög litlu í. Og ég man þú nefndir þetta í myndbandinu og þetta er notað, það eru til framfærslu viðmið en þau eru einhvern veginn ekki notuð nema þær einhver ætlar að lána þér peninga. Já, og nákvæmlega. Og þú getur borgað það tilbaka. Það er nefnilega málið, þessi framfærslu viðmið, þau eru til og þau eru búin að vera til í alveg þó nokkuð mörg ár. Já. En einu stofnanirnar sem að hafa tekið þau upp eru lánastofnanir, bankar og lánastofnanir. Og sem að mér finnst skjóta ansi skökku við vegna þess að þegar ég hef farið í tvígang í svona greiðslumat og í bæði skiptin að þá var ég búin að reikna það út á netinu, sem sagt hvað ég þyrfti að borga af öllum lánum sem ég þurfti að taka og það var örugglega alveg á þeim tíma 30-50.000 lægra heldur en ég var að borga í húsaleigu og var ég þá í sambúð á þeim tíma og við fengum nei. Að við gætum ekki staðið undir þessari greiðslubyrði vegna þess að við áttum að eyða þetta miklu í matvæli og áttum að eyða þessa miklu í föt og þetta miklu í hitt og þetta og ég horfði bara á hana og ég bara þetta bara er ekki að það er svona computer says no hjá mér og ég segi og ég lagði það fram við hana af því að á þeim tíma þá hélt ég mjög gott heimilisbókhald og með 3 börn og ég bara lagði það niður fyrir hana bara þetta er útgjöldin okkar í hverjum einasta mánuði þarna er matur, þarna er föt, þarna er skilurðu allt sem við þurfum að standa skil á, tryggingar og húsaleiga og ég segi, hvernig getur þú sagt að við stöndumst ekki greiðslumat þegar að allar greiðslurnar okkar eru miklu, miklu lægri heldur en það sem að þið ætlist til að við séum með í útgjöld á mánuði. Já. Þetta er mjög skrítið af því að nú erum við öll held ég leigjendur, er það ekki rétt hjá mér? Já. Leiga er mjög dýr, hún kostar heilmikið og það er mjög skrítið að maður fær ekki greiðslumat til þess að borga minna heldur en maður þegar að borga í leigu. Ég sé að Hans langar að koma inn í þetta, gjörðu svo vel Hans.
nýta mér þetta réttur hönd, takkan. En það akkurat þetta með greiðslumati sem að ég lendi í. Ég var á tímabili, á þessu tímabili að borga 150.000 krónur í leigu, sem að væri helviti vel slottið í dag, af því að kom tekka upp síðan almennt. Fedora, þú ert ekki með í þessu. En já, ég var á þessu tímabili að borga 150.000 krónur í leigu og ég bauðst að yfirtaka lán á lítilli íbúð. Ég væri að minnka við mig íbúð og gangurum væri þetta vesen en ég bauðst þessa að yfirtaka þetta lán og eignast þessa íbúð. Og ég voru búin að skoða fram og tilbaka hvað hann var að borga af íbúðinni mánaðarlega og hver fjöldi væri og þetta hefði þá tekið þennan tjekka sem að þau bara í húsnæði úr 150.000 niður í 80.000. Það gríðarlegur munur. Ég talaði bankan og það svaraði bara, já, þú hefur engan veginn efnaði að borga þetta mikið á mánuði. Það ekki séns. Þetta nefnilega ótrúlegt. Viljið þið hinnar til okkur framfærslu viðmiðin og Hildur? Já, ég hef alveg farið í greiðslumat líka og þegar Gerdís var að tala þessi viðmið, þetta náttúrulega rosalega gömul viðmið og ég man þegar það var náttúrulega allt tekið saman og þegar hún sagði hver matarkostnaðurinn væri fyrir okkur og ég gólaði allan bankann og spurði hvort ég væri virkilega að versla í Hagkaup eða Nóa þannig með við upphæðina og spurði hann einmitt eftir hverju þið væri reyna að fara eftir mér fannst þetta svolítið svona spes af því að eyða næstu 200.000 kalli í matarkostnað fannst mér ekki alveg passa. Þannig að já, og svo lenti ég reyndar í því fyrir 2 árum, það var komið 2 ár síðan þegar ég baði reyndar yfirdráttarheimild upp á 23.000 kall og það var bara í rauninni synjað. Ef þið myndi að því ég var bara með eitthvað eitt mál á vanskilskrá þá var komið fram með mann eins og ég hefði gefna að geta borgað hennar 23 skall aftur baka Þannig að já. Helga, hefur þú reynt að kaupa þér þitt eigið húsnæði? Nei, jú, reyndar ég keypti mér íbúð fyrir 23 árum síðan. En þá vildi svo skemmtilega til að ég bjó á Húsavík og þetta var mjög ódýr íbúð sem að við þurftum ekki að fara í neitt greiðslumat eða neitt slíkt. Við bara fengum að kaupa íbúðina og við keyptum hana af bænum. Og já, við vorum að borga fyrir alla íbúðina, við fengum hana 6 milljónir. Sem er alltaf bara það ekki eins og sambarilegt neinum íbúðum í rauninni neinstaðar í dag. Og svo vildi svo skemmtilega til að við þurftum að flytja til Reykjavíkur ekkert svo lengur seinna og seldum þá íbúðina tilbaka aftur og þeir tók hana upp í á sama verði þannig að þetta var allt í góðu. En ég reyni það ekki eins og í dag, ég veit alveg, ég mun fá synjun. Framfærslu viðmiðin eru náttúrulega bara fáránleg. Það gert ráð fyrir að maður, eins og stelpurnar voru að segja, að maður sé að eyða í alls konar sem að maður ekki að eyða. Fyrir ekki Hans, ég myndi ekki að þú væri stelpa. Ég bara, maður segir það óvart, ósvöld. En já, það talað ég meina það gert ráð fyrir að maður eyði í leikhús í hverju mánuði, maður eyði í bíó, maður eyði í, bílaviðgerðir og ég veit ekki hvað maður á ekki að eyði í mánuði sem að maður raunverulega ekki að gera. Ekki við sem erum í þessari stöðu. Og svo náttúrulega líka ég meina núna var verið að koma með þetta nýja sem þau verið að kynna, ég man ekki hvort það komið í gegn með nýju íbúðar sem að á að hjálpa fátæku fólki eignast íbúðir. En ef þú skoðar það frumvarpið og þú skoðar lögin í þessu þá það þannig að þetta þarf að vera nýleg íbúð sem þýðir sjúklega dýr og þeir lána þér x mikið og íbúðum að samtæki kostanum að svona mikið og svo þarf það eiga 3 milljónir upp í eða íbúðum ekki kosta meira en 60 milljónir og þetta
blekking í besta falli. Já. Og ég held að þetta sé svona til þess að ríkisstjórnin geti slegið sig og sagt, heyrðu, sem við gerðum aðeinslega hluti, fyrir fátæka, klappa sér á bakið, en gerðu rauninni ekkert fyrir okkur. Nei. Ég einmitt sko, mamma mín keypti í verkamannabústöðum áður en þeir voru lagðir niður. En hún einmitt sagði við mig, sko, ég hefði aldrei getað keypt íbúð ef það hefði ekki verið fyrir þetta kerfi. Og og ég einmitt sko, ég veit, þið eru örugglega öll sammála mér að þetta náttúrulega, þú veist, þetta ömurleg staða að vera í einhvern veginn að vera, þú veist, bara dæmdur á leigumarkaði, geta ekkert skilið eftir fyrir börnin sín, vera ekki, þú veist, hæfur til að skrifa upp á lán eða neitt, sko, geta ekkert hjálpa til. En ég veit það ekki, Þú ræður ekki einu sinni hvar þú býr? Nei, einmitt, nei, akkurat. Eða hvernig þú hefur húsnæðið þitt. En núna ég í mjög góðri stöðu og hef alltaf efni á leigunni minni og bara í mjög mikilli forréttinda stöðu og fyrst þegar ég var að skrifa undir leigusamning að þá gerði ég þetta aldrei skrítið að þetta er langtíma samningur sem bara mjög gott og það var eitthvað í samningnum sko að uppsagnar ákvæði væri 6 mánuðir á báða bóga. Og það er eitthvað sem er gott, þú veist, maður á að taka því fagnandi. Og ég vildi fá að breyta því, þannig að þetta eru 3 mánuðir. Ef eitthvað kæmi upp á, þá væri ég ekki bundin. En það er mjög skrítið. Ég ætti þetta bara að fagna húsnæðisöryggi og ég ætla mér bara að vera hér frekar lengi og það er það sem að leigusamningurinn gengur út á og þetta er bara planið mitt og líka það sem að fólk er að leiga mér bara, þú veist, er að bjóða upp á og þetta bara gengur vel fyrir okkur bæði og þetta er bara öryggi. En það er eins og sko, eftir allan þennan tíma að hafa verið á milli staða að maður vilji samt alltaf hafa einhvern veginn svona þann valmöguleika geta farið. Þú veist, ef eitthvað kemur upp á þá vill maður ekki vera fastur sem er samt svo skrítið því loksins að maður komin í góða stöðu og ætti bara geta verið bara eitthvað, herru frábært, ég get bara verið hér. En þá vildi ég einhvern veginn hafa þessa klausu og svo hugsaði ég bara, kannski er þetta bara svona eitthvað svona almennt sem allir gera. Allir eru að pæla í þessu, þetta er bara svona common sense. En svo hugsaði ég bara, ég held þetta sé samt út af bakgrunninum að maður vill einhvern veginn tryggja sig og vera tilbúin að bara hlaupa ef eitthvað kemur upp á. Svo ég veit ekki hvað myndi koma upp á, þú veist, að ég sé að fara að kynnast einhverjum og gifta mig og flytja í húsið til einhver sem er ekki að fara að gerast. Þú veist, ég veit ekki alveg hver á pælingin á bakvið þetta, af því að ég þarf alltaf að kynnast einhverjum rosa lengi og þá var hann alltaf fínt að vera bara í íbúðinu sinni í 6 mánuði. Þannig ég veit ekki alveg hvað hræddi mig við húsnæðisöryggi þegar það var loksins komið. Þannig að þú veist, af því ég mani mitt þegar að ég var á stúdentagarðum og var að taka þarna námslán í lokin og þau voru eitthvað 500.000 fyrir önnina cirka, þannig ég var með 100.000 á önn, leigan var 100.000 og húsaleigubætur cirka 30.000. Þannig að ég var með svona 30.000. Þannig að ég fór að sækja sérstakar húsaleigubætur og fekk það ekki samþykkt og ég var bara ekki að ná að lifa þessu og líka bara þegar maður fær oft mígreni og það er lyfjakostnaður og alls konar svona kostnaður og þú veist þegar fólk er bara svona getur ekki bara verið hjá foreldrum og þú veist þá var maður að greiða heim auðvitað og þá er orðið bara betra að kannski vera á stúdentagörðum nær skólanum sem maður er alltaf í að reyna að klára gráðana svo maður getur farið að vinna. Þannig þetta er svona alls konar, svo maður komin í eitthvað betra og þá er maður samt einhvern veginn að búa til eitthvað svona kerfi svo maður getur bara farið. Ég veit ekki hvað þetta tekið þér hvað við þetta. Er þetta ekki svolítið þannig að þegar maður er að alast eins og í þínu tilfelli að þetta er svona viss ótti að því þú ólst upp við þetta og þá einhvern veginn ósjálfur að gera maður þetta. Ég held að mér hefur bara hlustað þá er eina sem ég hugsa alveg bara það er örugglega þetta. Já. Þú veist, ég held að ég tengi við þetta á margan hátt sko því að ég er búin að flytja mjög oft og þú veist, og er enda núna að leiga, ég er með örugga leigu og ég er að leiga hjá félagsbústöðum sem hjá borginni en sko ég er alltaf rosalega lengi að koma mér fyrir af því ég er svo vön að vera á þessum þvælingi
ég til þess að búin að vera 10 ár hérna en ég er ennþá með kassa sem ég er ekki búin að taka upp úr. Þú veist, og þetta er bara svo, ég er ekki búin að hengja upp allar myndir sem ég á. Þú veist, þetta er svo, ég veit ekki þannig, ég tengi alveg við þetta og ég held þetta sé svona partur af því einmitt að vera alltaf einhvern veginn, alltaf með þetta rót. Og ég veit að krakkarnir mínir eru svolítið svona líka, það er svona vist rótleysi sem að myndast í manni við þetta flakk. Tengið þið eitthvað við þetta, Hans? Man lærir rosalega hratt af reynslunni. Ég tala það þegar ég er að reyna að muna hvað gerðist hvenær, þá er ég að spá í því, var það í síðustu, þarsíðustu eða þarsíðustu íbúð og svo fæ ég þessa íbúð, upprunalega leigi af vinum mínum sem að vorum þurft að selja hana náttúrulega því að má bara vera með eitt lán í einu frá húsalánarsjóði og eitthvað svoleiðis. Hún fer á sölu en hún selst til einhver sem að kaupir hana bara svona til þess að eiga hana tímabundið og heldur áfram að leigja mér hana og ég fæ góð tilmæli frá fasteignasalanum. Núna er hún komin á sölu aftur, þannig að þú veist, maður er bara svona, ég veit ég á einhvers staðar hluti sem maður eru aldrei búin að komast upp úr kassanum en maður þorir ekki að geta þeim upp úr kassanum og það situr í mér, þú veist, það er hugtæk sem maður oft sett fram þegar að hundar eru búin að vera miklu flakki, sko, og maður rekst á þetta, they're looking for the forever home, sko, og það er svona svolítið pínulítið situr í manni þetta, ég er nánast komin á þann stað, mér er drullu sama hvar í heiminum ég myndi enda með örugt þak yfir höfuðið sem yrði ekki selt ofan af hausnum á manni. Bara það að hafa svona húsnæðisöryggi, það skiptir gríðarlega miklu máli. Svo er ekki alls staðar valkostur hérna að vera inn í félagsbústöðum, félagsíbúðum og svoleiðis. Reglurnar eru mismunandi eftir sveitarfélögum. Reglurnar hérna fyrir norðan er að það er algjört bann við því að vera með gæludýr í félagslegum íbúðum. Þegar maður spyr út í þetta þá fær maður að heyra sér já, við erum svona séð í gegnum fingur okkar með en þið vitið það alveg, ef að það er í samningum, það er bannað að vera með gæludýr og þú átt eitt lítið gæludýr, þá er ekki séns á að fara að draga athygline að því að hlutunir séu í einhverju ólægi því að þú getur mist heimilið út af því og hérna það er eitt af því sem að hefur ábyggilega mikið haldið í mér í lífinu eru hundarnir. Þessi félagslegu tengsl sem maður hefur við þessi dýr og líka það að bókstaflega maður þarf að fara fram úr á morgnana, maður neyðist til þess að fara út til þess að sinna þessum dýrum og svoleiðis. Og þetta gerir rosalega mikið bara fyrir mann andlegu heilsu og líkamlegu heilsu í minni stöðu en við getum ekki farið í íbúð hjá Brynju, það er bannað að koma inn með dýr í íbúð Brynju, þú farið að gera svona frá gæludýr í heimsókn og það eru alls staðar meira og minna reglurnar þar að ef þú ætlar að sækja félagslega íbúð þá getur þú bara átt bara sem svo að sækja félagslega íbúð í þínu sveitarfélagi og í mínu sveitarfélagi að gæludýr bara bannaði í félagslegum íbúðum, þannig að ég yrði bókstaflega að höggva úr fjölskyldumeðlimi til þess að eiga séns farið. Þannig að ég sitt pikkfastur á almenna leigumarkaði og ég bý í lúxusíbúð með þessu rosalega lága leigu og hún er heldur ennþá rétt undir 180 mánuði. Einmitt. Ég held að þetta sé einmitt mjög góður punktur. Það er hérna, ég er einmitt að leiga hjá félagsbústöðum og þar var einmitt þetta bann. Hérna, já, sem sagt, alveg frá því ég flutti inn, en það var alltaf svolítið svona sveigjanlegt ef þú hafðir samþykki frá nágrönnum þínum, þá svona, já, var það hérna víða hægt, ekki allstaðar en hérna sumstaðar. En hérna sem betur fyrir var eins og banni aflétt núna nýlega og hérna það var eiginlega bara þökk hérna bæði sem sagt baráttu borgarfulltrúa og svo líka sem sagt þá settist ég í stjórn félagsbústaða fyrir hönd borgarstjórnarflokks sósíalista sem að hún Sanna er í forsvari fyrir og hérna þannig að við gátum barist með þessu. Það var líka hún Kolbrún Baldurs hjá Flokki fólksins sem að hérna sem sagt sendi inn þessa fyrirspurn því að þetta er náttúrulega bara búið að vera
Já, þetta er búið að vera einmitt mikil umræða sko meðal fólk sem hefur verið að leigja hjá félagsbústöðum. Af því að náttúrulega, þú veist, við vitum alveg öll að dýr eru bara mjög mikilvæg og sérstaklega eins og fyrir okkur sem eigum börn með greiningar að dýr eru rosalega mikilvæg fyrir bara tengslamyndun og svona. Ég til dæmis á börn á einhverfurófi og þar eru dýr rosalega mikilvæg bara upp á tengsl sem þau geta myndað. Sonur minn var 1 árs þegar hann var byrjaður að tala við köttina, hann talaði ekki við fólk til dæmis. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara mannréttindabrot að setja þetta bara svona blátt bann alveg, já, en ég sé að það eru einhverjir sem vilja koma inn í þessa umræðu. Gerdís, varst þú ekki fyrst? Svo Helga. Minna til þess að koma með það innlegg að hvað þetta varðar, að þá finnst mér ég vera í forréttindastöðu vegna þess að ég er í mínu hjólhýsi og ég ræð því nákvæmlega skilurðu hvort að ég á dýr eða hvort að ég býð öðrum að búa með mér. Ég reyndar háð því hvar ég má vera. Ég reyndar með leigusamning núna fram í maí á næsta ári en svo vitum við ekkert hvað verður í framhaldinu af því. Enn sem komið er. Við erum alltaf að þrýsta á. En ég er í mínu. Ég meina þetta er hjólhýsi en þetta er mitt. Þetta er heimili mitt. Helga, þetta er þú? Mér langar bara að benda á það að leigja hjá félagsbústöðum hefur rosalega marga kosti en það hefur líka rosalega marga ókosti. Þú ræður ekki hvar þú býrð, ef eitthvað kemur upp á eða barnið lendir í miklu einelti og getur ekki verið í hverfisskólanum eða alls konar svoleiðis, að þá hefur ekki þann valmöguleika að flytja, þú getur ekki flutt hverfi. Ég meiri sér þeirri stöðu að ég er föst við að búa í Reykjavík af því að ég á fallabarn og ef ég flyt þó það væri bara upp í Mosó og þá fer hún aftast á listan í alls konar úrræði sem hún á rétt á. Og ég meina eins og þú veist, hjá félagsbústöðum ef eitthvað kemur upp á, það bilar eitthvað eða ónýtur dúkurinn á gólfinu hjá þér eða þarf að mála eða eitthvað, þá er það bara alveg heljarinnar mál að fá það í gegn. Ef þið langar að hafa veggina þína öðru seldur en hvíta, þá bara, so sorry, computer says no. Þannig að jú, það er ódýrar að leigja hjá félagsbústöðum og þú ert í öruggu húsnæði, en þú segjum svo að þú missir foreldri og þú færð arf, þá átt allt í einu smá pening í smá tíma og þá er hægt að henda þér út. Og svo náttúrulega líka, þú veist, þið vantar stærri húsnæði eða minna húsnæði, þá ertu samt fastur í því húsnæði svo því að það er ekkert svo auðvelt að fá að fara á milli og það getur ekki mörg ár. Þannig að já, og það er líka, þú veist, eins og þú sagði ráðanlefi að ef þú áttir þig í húsnæði, þú getur stjórnað pínlítið hvernig íbúðin þín er og hvernig það lítur út. Þið langar í gólffita, þið langar í öðruvísi ljós í lofti, þið langar í eitt grænan vegg. Eitthvað svoleiðis, þú veist, en bara, sorry, það er ekki boði. Já, einmitt. Þetta er alveg mjög góður punktur. Og allt, þetta er annað sem við getum alveg talað áfram í marga klukktíma. En mér langar aðeins að skipta yfir í hvernig ástandið hefur verið undanfarna mánuði hjá okkur með COVID. Hver vill byrja að segja frá því? Hans? Ok. Það sem er ástæðan fyrir því ég er öryrki er hypermobility líklegast sem er orsakavaldurinn í grunninn og það fæst ekki greint frekar af læknunum heldur en bara það að þú ert laus í liðurum. Þannig að það er ekki svona formleg greining á því en eftir því sem við erum búin að kynna okkur málið þá er það líklegast að þetta sé hypermobile EDS eða hypermobile útgáfan af Ehlers-Danlos syndrom. Sem þýðir það að bandvefur í líkamanum á mér er veikur fyrir. Allt kerfið í líkamanum hjá mér er svo lítið óstöður. Ég meina, þetta er ekki eðlilegt. Og allt eftir því, hryggjarliðirnir ganga til þessu ferlar á bandvef.
sem þýðir það að ef að ég fengi heiftarlega kerfisvæð sýkingu í allan skrokkinn eins og COVID hagar sér, þá mjög líklegt að líffærabilanir fari af stað bara eins og dómuróskopar, bara eitt af öðru. Þannig að ef ég fæ þessa pest, þá mjög líklegt að ég lifa hann ekki af. Það bara mjög líklega dauðadómur fyrir mig. Ef fræðilega ég myndi ná mér, þá myndi þetta draga það undirliggjandi ástand sem ég með það mikið lengra að ég myndi missa líklega allt mitt sjálfstæði. Og bara það spurningum að hvort að ég myndi nokkuð tímann fá nokkuð af því aftur. Þannig að ég reyni að passa mig, ég þarf að þvo mér oft hendurnar, ég ber grímur, ég reyni að passa på að vera aldrei á ferðinni á háannatíma og ég fer út í búð og ég neyðist þess að reyna að kaupa mér matvæli eins ódýrt og ég kemst upp með í samræmi við mína líkamlegu þarfir því að annað því sem að fylgir þessu hypermobile IBS að ég get ekki endilega borðað hvað sem kryddlegið og reykt til dæmis, það off. Ég þarf að borða eins hreinan og eins nýjan mat og hægt og það langur listi yfir hluti sem ég á að forðast. Tæknilega séð þá ég ábyggilega að ekki nálægt í að borða í samræmi við þarfir af því ég bara einfaldlega ekki hef getnaði. En þannig að þessi auka kostnaður sem fylgir því stundum að fá heimsend og svoleiðis, ég hef ekki pening fyrir því heldur. Ég ekki einn á heimilinu, þannig að ég þarf að fara og ég þarf að versla í matinn. Og ég fer í bónus af því að það skammti valkosturinn. Og það kannski 3 manneskjur að meðtöldum starfsfólkinu sem með grímur. Og það kannski manneskja sem fyrir aftan mig í röðinni sem stendur aðeins of nálægt og með hósta. Þannig að ég búinn að vera svolítið meira og minna gangandi svona rúllandi kvíðakost. Þannig að ég skána í svona tíma, svo maturinn búðinn, þannig að ég þarf að fara út í búð og þá fer allt af stað aftur. Þetta álag hefur áhrif á mann, gríðarlega áhrif á mann. Og hlutir eins og ég hef ekki farið til sjúkraþjálfara frá því síðasta ári vegna þess að það hafa komið upp smit í tengslu við sjúkraþjálfara og sjúkraþjálfarar þurft að fara inn í sóttkví og maður tekur ekki sénsinn á því að það það alvarlegt. Ég hef nýtt mér heimsendingu á matvælum einu sinni eða tvisvar, ég bara hef ekki efnaður. Ég gera það að staðaldrei og þannig að verkjastigið á mér hefur farið aukandi, kvíðastigið á mér hefur farið upp úr allir valdi og ég hef ekki aðgang að neinum úrræðum til þess að hafa stjórn á þessu. Það bara ekki búið. Ég hvorki fjárhagslega né aðgengislega möguleik hvað ég gera eitthvað í þessu. Og kemur bara svona svolítið eins og þetta kirsip ofan á kúkasamlokuna. Þegar maður les fjárlögin og maður les það sem kemur frá ríkisstjórninni þetta hafi nú svo voðalega lítil áhrif á fólk sem hvort á örgbátum eitthvað svona. Þannig að það í stundum orðaður þannig að það næstum eins og þessi viljandi verið að drepa mann. Fólki sem vill helst að við hættum bara að vera til, því sem erum þetta vesen og erum ekki nógu heilsuhraust og höldum ekki nógu mikið kjafti, við erum bara hægt að vera til helst. Já. Það svolítið búið að vera mitt ástand. Já. Það já, ég einmitt hugsa til þess að því að ég það heppin að ég ekki í áhættuhópi en ég að sjálfsögðu þekki marga sem eru í þínum sporum hans og þú ert ekkert einn í því. En þú veist, ég veit líka til dæmis þið, Helga og Hildur, þið eru búin að vera niður í Peppi í sumar með að sjá sumarsamveruna. Og það hefur verið svona, já, þannig að þið hafi svona verið að reyna að hafa opið þar til þess að einmitt rjúfa félagslega einangrun og þið náttúrulega hefur þurft að spila svolítið með þessum samkomu takmörkunum og annað svoleiðis.
hvernig hefur þetta verið hjá ykkur? Hvor vill byrja? Já, við höfum náttúrulega þurft að gera alls konar breytingar út af COVID. Við erum að reyna að tryggja 2 metra reglun eins og hægt og þegar ákveðið var að færa þetta niður í 1 meter þá ákveðum við að fylgja því ekki, heldur halda okkur 2 metrana. Bara því fólk reynilega virðir ekki 2 metrana, hvað þá metrinn. Og en við erum með stöðugu ströggli við að fá fólk til að virða reglurnar og bakka tilbaka og við fórum náttúrulega í það, við náttúrulega erum með kaffihús fyrir fátæka, þar sem allt er frítt. Við fórum í það að servera fólki í staðinn fyrir að fólk fengi að gera sjálft, einfaldlega út af þessu ástandi. Og það er bara ótrúlegt að fólk er með að virða þetta og fer inn fyrir okkar línur og inn fyrir okkar mörk. Þetta er náttúrulega miklu meiri vinna að þurfa að standa í þessu að smyrja ofan í fólk og annað slíkt. Og en sem betur fer þá erum við það heppin að vera það þéttur hópur að við getum alltaf vunnið saman öll og fáum að umgangast alveg svo við viljum og þurfum ekki að halda þessar reglur okkar á milli. Þannig við getum vunnið saman 2 og 3 í eldhúsinu í einu. Og en ástandið á fólki sem að koma til okkar, ég meina það þó að hægt sé að segja að við erum heppin að við fáum enda okkar örorku því að við erum ekki lækki launum að missa vinnuna, þá er alltaf hækka í þjóðfélaginu. Og sem dæmi má nefna að ódýr klósettpappír sem sko ein úr peppinu að venja að kaupa sér 300 krónur kostar núna 800 krónur. Þannig að það hækkar allt gríðarlega og við þurftum að loka í smá tíma út af COVID og erum með loka núna út af COVID og fólkið okkar er bara með tárin í augunum, bara hvað á ég að gera? Við eigum engan mat, við eigum ekki, við getum ekki umgengist neitt, við hittum engan og annað slíkt. Þannig að við erum að reyna að gera okkar besta og höldum áfram að reyna að koma ykkur til fólksins sem við mögulega getum. En bara staðan á fólkinu. Það er svolítið það sem við höfum verið að gera síðust daga. Það er að því við vorum búin að eins og Helga og aðrar haft samband við að fá brauð og bakkelsi gefins sem við höfum nýtt á kaffihúsinu en það sem er lokað. Það ákveður samt að pakka því og koma fram í kerrurnar sem sattur framan í okkur og gefa það áfram. Þannig að fólk getur komið og fengið sér brauð og álegg og smjör og bara það sem við fáum og náttúrulega tökum þátt í að sporna gegn matarsóun. Þannig að Þetta er svolítið sárt að vera með lokað en við erum náttúrulega bara eins og segja, við erum að hlífa okkur líka. Þannig að við erum eiginlega öll í áhættuhóp og jafnvel fleiri en einum áhættuhóp, þannig að við þurfum að svolítið að við eigum samt ógeðslega erfitt með þetta allur hópurinn og okkur langar öllum þvílíkt til þess að bara, geta bara, við höldum bara áfram samt. En það er ekkert sniðugt, það er ekkert gáður. Nei. En við erum aftur á móti hist aðeins, náttúrulega við bara þessi þröngu hópur sem við erum alltaf að hitta daglega, bara til að, þannig við höfum hvor aðra og til að komast í gegnum þetta, því ég finn það sjálf þegar síðasta bylgja var, þá náttúrulega vorum við ekki komin í þetta húsnæði, þannig að þá varum við náttúrulega bara heima, en þarna getum við aðeins skroppinir í mjótt og hitt þær. Þannig að maður fær pínu svona andlegan stuðning með að verum að gangi gegnum þetta. En ég er náttúrulega líka, í áhættuhóp, ég er með skallkyldissjúkdóm sem er Hashimoto sem er sjálfsofnæmissjúkdómur. Þannig að ég þarf að passa mig en samt stundur svolítið svona, gleymi mér og þjáist líka jarðskorti þannig að ég þarf að passa mig. En eins og segi, ég er heima, ég fer niður mjótt til að standa pínu vaktina með því að koma þessu fram með stelpunum. Þannig að en þegar við náttúrulega störtuðum þessu náttúrulega með kaffihúsi, það var tilgangurinn þetta sumarverkefni, var tilgangur til að rjúfa félagslega einangrun frá fyrra COVID-inu, fyrri bylgjunni, til að rjúfa og bara hittast hana fólk og svolítið, þannig að þetta var rosalega erfitt fyrir
skjólstæðingar sem voru að koma til okkar að þurfa að fara í þennan pakka aftur. Við náttúrulega ákveðum svo líka að gera það sem við ætluðum ekki að gera. Við ákveðum að halda þessu kaffihúsi áfram. Við ætlum að vera með opið þessari viku í vetur líka, því að þörfin bara að aukast líka við dag frá degi, því að fólk í hrönnum að missa vinnuna og heilsuna og vegna COVID. Því að þeir sem að ná sér, ég menna nú Peppari sem við þekkjum flestar vel, hún fekk COVID og hún laus úr einangrun og hún laus við sjúkdóminn sem slíkan, en samt í raunin ekki, því að heilsan hennar í mólum. Og þannig með mikið af þeim sem hafa lent í því að fá COVID. Þannig að öryrkjahópnum á örugglega að fjölga, allavega þeim sem endurhæfingarlífeyri. Svo allt fólki sem að missa vinnuna sína og missa heilsuna og þeir sem að lenda í því að bara, eins og Hans var að tala festast í kvíðakasti. Nú við að lenda líka í því að mörg börn fá ekki mæta í skólan, hvort sem það vegna sóttkvíar eða skólinn lokar vegna smita eða annars því. Og kostnaðurinn við að vera með barn heima í mat allan daginn versus að vera með barnið í skólanum í mat það bara stjarnfræðilega mikið hærri. Börnin þá meira líka að, leita að hvað til að borða, þau hafa ekkert að gera. Og þeim líður illa líka af áhyggjum, kannski bekkjarfélagi með COVID og það bara, nú til dæmis dóttir mín í mjög litlum skóla og það voru, að mig minnir 3 af 18 í bekknum hennar sem fengu COVID. Og ástandið á henni, hún kvíðasjúklingur, það bara, tómt mál að tala sko. Þannig og það að mæta þarna niður í Mjódd og hafa stuðninginn hver af öðrum þannig í peppinu, þetta náttúrulega bara, þetta ómetanlegt. Alls konar uppákomur sem að koma upp á og svo svo margt sem að skerðist líka, eins og hann segir, þú kemst ekki í sjúkraþjálfun, þú kemst ekki, það svo margt sem að þú vanur að geta gert sem að þú getur allt í einu ekki gert. Þetta bara rosaleg skerðing á lífsgæðum. Þetta bara eins og í mínu tilfelli, ég þarf að fara í járngjöf einu sinni mánuði á ári og var komið fram mér af því að ég fæ hauskvef og hringdi upp yfir og mér var tilkynnt að ég mætti ekki koma af því ég væri kvefuð. Þannig að ég fekk nýjan tíma. Svo fæ ég símtal á þeim degi sem ég átti að mæta og þá var hjúkrunarfræðingur sem sagt veik. Þannig ég fekk annan tíma og svo kom annað upp á. Þannig að það var alveg svona, ég kom í smá óvissu hvenær ég fengi næst tíma. Þannig að ég beið núna á 3. viku, þannig ég fekk loksins í morgun að komast í þessa járngjöf. Ég fann hvað var þetta að fara að hafa áhrif á mína heilsu að komast ekki í þessa járngjöf. Þannig að það margt sem maður að finna fyrir þessa dagana. Og það eitt líka sem ég langar að taka fram að því að það svo margir sem hafa ekki efni að kaupa þessar grímur. Og mér finnst að ríkið, eða ríkisstjórn, eða ríkið eða borgin ætti að taka það verkefni á sig að láta það hjálparstofnanir hafa grímur til að geta komið þeim ális til þeirra sem þurfa þeim að halda að því sem hafa gefnaði. Ég meina það einn sem kemur til okkar sem sagt í Peppi, skjólstæðingur, og hann með lungnaþembu, mjög og aðra sjúkdóma, og hann svona einstaklingur sem hefur ekki efni að kaupa þessar grímur. Þannig að ég fari svona bakvið og teki grímur sem sagt frá okkur í Peppinu bara til að tryggja hans öryggi. Það var svona komið pínu svona pæling í þetta í gær, þannig verið að setja hann í hættu af því hann hefur ekki efni á þessari grímu. Og nú grímuskylda í strætó og í búðum og svoleiðis, þannig að þeir ætlar að taka þessa ábyrgð á sig. Já, ég held einmitt að það séu nefnilega ekki grímur í boði í strætóanum. Nei. Sanna, það þú að... Það ert að kaupa þér. Það sem að mér finnst einmitt í vinnunni núna einhvern veginn, það sem mér finnst erfiðast hvernig ég skilja viðbröðin séu rosa mikið gagnvart þeim sem að upplifa tekjufall núna út af COVID og maður alltaf hamra á því bara já,
en þið vitið að það fátækt fólk í borginni núna, þú veist, á að koma til móts við fátækt fólki sem að getur ekki borgað leiguna og þú veist, þarf að sýna fram á tekjufall til þess að geta fengið leigu niður felda, þú veist, það líka tekjurýrnun þegar að tekjurna duga ekki fyrir matarkostnaði út af því að allt að hækka og þú ert ennþá með sömu tekjurnar, það ekki líka tekjufall til að þú getur fengið leigu niðurfelda hjá borginni. Þú veist, það einhvern veginn þessi hugsunarháttur sem maður skynjar ekki og þú veist, jú, það alveg verið að setja meiri pening í svona hjálpar samtök sem að sjá matarúthlutanir en maður hugsar einhvern veginn bara að þetta á ekki að vera samt að ábyrgð stjórnvalda að koma mat til fólks. Þú veist, maður alveg rosa þakklátur fyrir fólki sem að koma mat til þeirra sem þurfa á því að halda og maður hefur maður þekkir að vera í þessum sporum sem barn og svona en þú veist, þetta á ekki að vera eitthvað sem að til staðar og af hverju allt þetta eitthvað svona við erum í sama bátnum, þú veist, hvaða bát að tala þú veist, þessi bátur, hann var alveg löngu til staðar áður en að COVID kom, þú veist, þannig að það einhvern veginn svona eins og ég skynja þetta að efnahagsaðgerðir eru fyrir fólkið sem að upplifa eitthvað slæmt út af COVID en fólki sem var fátækt fyrir COVID en einhvern skilaboðin eru bara svona, já þau þurfa bara að bjarga sér, þau komu sér bara í þessu stöðu, þetta er þeim að kenna, þannig skynja ég allan að skilaboðin sé, þannig að þú veist maður hugsa bara, já aðgerðina þurfa samt að vera, þú veist, handa öllum ef við ætlum einhvern veginn að búa raunverulega til betra samfélag, af því það einhvern veginn alltaf verið að segja bara, já, við erum komið sterkari saman út úr COVID, þú veist, þá getur ekki að halda áfram að skilja eftir allt fólki sem við höfum verið að skilja eftir í mörg ár. Þannig það Helga, að segja þetta. Já, fyrirgefðu svona. Ég sá bara Helga var komið með. Ætlaðir þú að segja eitthvað, Helga? Nei, ég bara kinkaði kolli. Já, ok. Ég ætlaði nefnilega aðeins, ég ætlaði reyndar að spyrja Sönnu út í borgarmálin, en mér langaði líka þess að koma til Geirdísar. Var ekki, því að þú byrði hjólhýsi. Já, þið fenguð samning, það ekki, vegna COVID? Nei. Nei. Það vegna þess að það eru 2 sem eru búin að búa hérna síðan 2017 á svæðinu og þau eru bara búin að vera að berjast fyrir þeim réttundum sem að ég í raun að vera að njóta góðs af í dag og þau eru börðust fyrir því að við fengjum að vera á svæðinu í sumar. Þau börðust fyrir því að leigan á stæðunum var lækkuð og ýmislegt sem að þau eru búin að vera að koma í gegn bara með því að ýta og bara vekja máls á og vekja athygli á því hvað það er rosalega margt sem að betur mætti fara eins og til dæmis að laga rafmagnið og ýmislegt fleira sem að var búið að setja á hakanum. Ég af því að eins og til dæmis þú Sanna, þú hefur reynt að leggja fram svona tillögur fyrir fyrir fólk í þessari stöðu. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að forma þessa spurningu. Mikið alls konar tillögum húsnæðisstuðning og að það veri byggt meira og hlusta á fólkið og hvað það vill og mikið alls konar og innheimtuaðgerðir og félagsbústaði og já, hver var spurningin? Já, það alveg spurning hvort við eigum að fara næst í innheimtuaðgerðir og svona hvernig já, það bara hvernig fátækt fólk lendir í bara svona skuldafeni sem að einmitt bara við erum send til intrum ef við skuldum eitthvað í meir en 1 mánuð og svo framvegis þessi mikla fátækta gildra og ég einmitt var að slökkva á einu símtali frá Motors bara í dag, nefndi ekki alveg að tala við þá en hver ykkar upplifun að glíma við svoleiðis stofnanir? Finnst ykkur eðlilegt að allir reikningar séu farnir í Motors bara ef þú snýrið við? Líka bara, þú veist, þegar við erum að tala eins og, ok, ég á ekki börn, en
af hverju eru reikningar vegna vanskila foreldra út af þjónustu sem að viðkemur börn, núna er borgin að skoða þetta, en þú veist, ef að foreldri greiðir ekki reikning, getur ekki greitt reikning vegna leikskólaþjónustu og það fyrir innheimtu og það þó að borgin segja eitthvað svona, já, við erum með verklagsreglur sem eiga komið veg fyrir að barni verða nauðsynlegri þjónustu vegna skuldavanda foreldra, þá stendur samt í reglunum að það alltaf hægt að vísa barninu frá. Þú veist, það eitthvað sem actually bara hægt að gera ef að foreldri greiðir ekki gjöldin og staðan hefur ekki verið þannig síðustu misseri. Samkvæmt einhverju nýrri frétt þá hefur einhver barni verið vísað frá, en að hafa þetta hangandi yfir að vita að það sé hægt að senda barni úr leikskóla af því þú hefur ekki efni á því að greiða reikninga og þú veist, það hægt að sækja alls konar svona styrki og niðurfellingar, en að þetta sé einhvern veginn svona skilaboðin, bara já, þú veist, svo veist að því að barni geti misst pláss á leikskólanum, þú veist, börn eru ekkert eitthvað í vinnu, þau eru 3 ára, þau eru 2, þau eru 4, þú veist, þau eru ekkert, af hverju erum við að sitja börn í þessa stöðu, þú veist, það bara þessi aðferðafræði sem ég finnst svo bara alls ekki ganga upp að setja fjölskyldur í þessa stöðu að einhvern veginn bara eitthvað svona innheimtu, að senda bara innheimtu drögin á fólk eða, þú veist, það bara gefið veiðileyfi. Það kemur þessi vist, sko, svona hótun samt af fólki. Ég lendi í þessu bara núna á dögunum sem sagt að fá alltaf mail það að það verið að segja Viktoru upp í frístundaheimilinu út á ógreiddum reikning. Og ef þú gerir ekki þetta fyrir þennan dag, þá tekur uppsetnin í gildi þennan dag og þetta fyrir mér því ég sá þetta alls saman, ég lokaði þetta alls saman bara að hugsa bara, ég get ekki komið nálægt þessu. Þetta svona kom mér í óöryggi og einhvern ótta og hræðslu og ég hugsaði með mér bara hvernig má ég semja þetta og fara að borga þetta ásamt öllu öðru. Þannig að mér finnst það eftir þegar kemur bara svona kannski eitt skipti annarkvort að félagsráðgjafi eða frá ykkur frá skólanum og ef þetta þetta eina skiptið að líta fram hjá því, eða kanna stöðuna, hvað í gangi, ef það svo staða og getur ekki borga núna, þá finnst mér bara alltaf lagi að líta fram hjá því. En þegar þú færð þetta mótisbréf með upphæðinni, með löginnheimtu, innheimtukostnaði, nefndu það. Þú ert komin í miklu hærri upphæð og fólk ræður ekkert við svona eitthvað fyllt á aukalegum kostnaði. Það bara fáránlegt. Já, það er ekkert líklegra að þú geti borgað þetta ef það kemur aukin innheimtukostnaður á þetta. Sko. En mér finnst líka bara svo steikt að sé verið, þú veist, að neita börnum þjónustu af því að foreldrar eru ekki búin að borga. Ég meina hversu illt getur kerfi verið. Og og mér alveg saman hvort að þetta frístund eða skólamáltíðir, sko. Þetta bara svona, já, nei, þú verður eiginlega að fara heim af því að mamma þín er ekki búin að borga frístundagjöldin. Ég meina, þú veist. Frekar bara að setja upp eitthvað svona, þannig að það ykkur viðbragðsaðilar sem alltaf fara að skoða, af hverju þetta ógreitt, ef við ekki að fara að kanna málin, kanna stöðuna. Vera með eitthvað svona sem að fyrir áður fyrir að henda í eitthvað svona innheimtu sem að verður ennþá meira kvöð fyrir fólki. Frekar að kannastöðnar eitthvað sem við getum greipið inn, eigum við ekki bara að fella þetta niður og reyna að hjálpa manneskjunni að byrja upp á nýtt. Heldur en að láta að bitna barninu. Barni gerði ekki neitt. Það eins og að vera hegna því. Já, ég einmitt upplifði þetta þegar ég var með yngri krakkana mína 2 í þau voru 2 orðin eftir heima og þau fengu ekki skólamáltíðir vegna þess að ég skuldaði Akureyrarbæ
og það var alveg part úr vetrinum sem að þau voru bara ekki í neinum skólamáltíðum af því að ég skuldaði einhverja reikninga og mér fannst þetta náttúrulega alveg hræðilegt og reyndi náttúrulega eins og ég gat að útskýra fyrir þeim af hverju þetta væri og miðjubarnið mitt hefur nú alltaf verið svolítið klár og spurði bara, já en af hverju? Af hverju þetta svona? Einmitt. Bara skildi þetta ekki og þetta bara, þetta meikaði engan sens í kollinum á þessu blessaða barni mínu, sko. Já, akkurat. Ég líka alveg sammála honum, sko, þetta meikar engan sens. Nei, það gerir það nefnilega ekki og það mitt þetta reyndar endaði sem barnaverndarmál sem var reyndar bara til góðs vegna þess að í kjölfari af því að þá einmitt fékk ég þá hjálp sem að ég þurfti fyrir þau. Já. En að þurfti að verða barnaverndarmál til þess að myndi ekki bitna á börnunum mínum að ég hafði ekki efnaði að borga skólamáltíðina þeirra finnst mér náttúrulega mjög sorglegt að þurfa að gerast. Já, akkurat. Ég er bara eiginlega aðeins að spá í, nú erum við búin að vera svona svolítið að velta fyrir okkur þessum samræðum undanfarna viku og okkar á milli. Er eitthvað sérstakt sem að þið viljið taka upp sem að við erum ekki búin að komast í því að nú erum við svona, förum við kannski að fara að binda enda á þetta en er eitthvað sérstakt sem að þið viljið taka upp sem ég hef ekki talað um? Má ég aðeins skjóta inn í þetta sem við vorum akkurat að tala þetta með þess að skjóta uppsett önnur og skemmtilega hitt. Já. Það má vel benda á það að ákvarðanataka sem varðar hag barna skuli alltaf taka mið af hagi barnanna. Þetta er hluti af landslögum. Þannig að allar reglur sem að gefa leyfi til þess að synja börnum grunnþjónustu á grundvelli þess að foreldrar þeirra séu fátækir er bókstaflega ólögleg í þessari stöðu. Svo er hitt þetta með innheimtuþjónustuna, skemmtilegheitin. Það er að ef maður skuldar pening á einum stað, þá flýtir það fyrir því að fleiri skuldir fari í innheimtu. Og persónlega held ég að það sé mjög líklegt að mikið af þessum gjöldum sem að bætist ofan á það sem þú skuldar séu bókstaflega vitandi peningaplokk og þetta sé með vilja gert verið að hækka þetta sem þú skuldar með það í huga að reyna að græða pening. Sérstaklega þegar að pappírar eru einfaldlega með rafrænum hætti, meira að segja, færðir af einu skrifborðinu yfir á hið næsta, eins og ef þú skuldar bankar pening. Þá er þetta fært yfir í innheimtudeild bankans og af því þetta þarf að senda einn tölvupost, þá þarf alltaf að bæta við innheimtugjöldum á 14.000 krónur af því að þú skuldar 5.000 kall. Og svo framvegis. Og í hvert skipti sem þú myndur á það að þú skuldir ennþá pening, þá þannig að bæta við öðrum 10.000 krónum í áminningargjald og skemmtilega. Þannig að ég held að þetta sé bókstaflega þessi, hlæðst utan á þessa hluti, ég sé bókstaflega með vilja gert bókstaflega til þess að reyna að kreista úr þig hverja einustu mögulegu krónum með því að láta þetta vaksa svo mikið að þú finnir knúin til þess að fara þangað til að reyna að semja svo þetta verður ekki stærra. Í stað þess að bara segja, nei, ég hef gert náttúrulega svo hægt að við. Og ég gerði það í síðasta ár, ég hafði samband við umboðsmannsskuldara og ég sagði, bara ég hef gert þessu, ég er hættur, ég get ekki borgað þetta. Og það endaði með því, það voru allar þær skuldir sem hvíldu á mér, það voru látnar bara þetta niður dauðar. Af því að samkvæmt útreikningum umboðsmannsskuldara þá lifi ég með greiðslugetu upp á 60.000 krónur mínus, þannig að það var bara ákveðið þegar það er ekki séns á eigi að borga þetta, þannig að við viljum bara hætta þessu sem ég gefst upp, sko. Þannig að ef ég gafst upp, þá gafst þér upp. En eitthvað sérstaklega sem mér finnst að við þurfum að tala ég held að við þurfum
tala það hvernig verðlag á nauðsynjum og þeir fjármunir sem að fólk í fátæktarstöðu fær inn, það ekkert samræmi á milli þar, bókstaflega á þessum punkti. Ef ég væri sáttur við það að örorkubæturnar mínar væru ekkert óbúslega háar, bara ef að þeir myndi halda í við þessa þróun, þannig að það væri ekki stöðugt hver einasta mánuð jafnvel á sömu tímabilum, erfiðar og erfiðar að bara eiga fyrir mat. Það hvergi neinn tenging neinstæðir þarna á milli. Það er ekki neinstæðir í nein tenging á milli sem að setur eitthvað svona baseline sem að þarf að miða við svo að fólk sem fátækt sé ekki ítt niður í frekari fátækt. Og bara það að fólk þurfi að borga skatta af tekjum sem eru undir þeim mörkum sem miðað við að ná endum saman, það er svo gersamlega úr tengslum við raunveruleikann. Það er hvergi neinn viðmið, það er engin eftirfylgni, það er ekkert sem verið að byggja á til þess að reyna að búa til stabílan grunn fyrir fátækt fólk á Íslandi. Það er engin stabilitet í boði. Þessi óstöðugleiki held ég sé fari verð með mig, þetta vitandi að ég veit ekki hvort að ég hef sjansinn á því að eiga fyrir kaffi eða klósettpappír í næsta mánuði. Ég held að þessi óstöðugleikin sem að fari persónulega verð með mig heldur en bara það að ég á ekki alltaf pening fyrir annarkvort kaffi eða klósettpappír. Vitandi af því að næsta mánuði, ég sjens að ég veit hvernig það verður það. Það er eitt af þessu sem að, öðrum hlutum sem eru stundum heita, þetta að lifa í limbói, það er langverst fyrir okkar andlega heilsu. Og þegar þú komir undir í neðstu tekjuhópa í samfélaginu, þá býrðu í þannig stöðu, þú lifir í ákveðnu limbói. Það er jafnvel þegar við sitjum í þannig eins og Geirdís í sínu eigin, þá búum við samt í þannig stöðu að við eigum ekki sjens á því að vita að við náum endurum saman eitthvað, hvort það sé betur eða verð næsta mánuði, þar næsta mánuði, næsta ári, Við erum ekki að lifa frá mánuði til mánuður, paycheck to paycheck. Við erum bókstaflega að lifa í einu stóru spurningamerki og það er bara að hapa glapa hvernig það verður næst. Við tölum ekki ef að einhver veikist eða einhver þarf lyf eða bara til bílar. Eitthvað, já, mitt. Eða já. Og þvottavélin bílar, þá er maður bara fótt, þá er bara næsta hálfórið off. Einmitt. Talan ekki það er gleraugun þín. Hvað segirðu? Talan ekki það er gleraugun þín. Já, gleraugu einmitt. Senastu þegar ég keypti gleraugu þá keypti ég hjá Senni. Og ég þarf ekki gleraugu lengur, pappinn minn fékk arf og gaf mér leiðréttingu. En gleraugun sem ég keypti hjá Senni kostuðu rúmlega 7.000 krónur með öllum tollum og sköttum og öllu, sko. Gleraugun sem ég keypti undan því sem voru eins ódýrt og ég komst upp með án þess að það væru bókstaflega hálft kíló af gleri á andlitinu á mér, voru rúmlega 60.000 krónur og það var 2008. Ef ég hefði ætlað að kaupa mér sambærileg gleraugu eins og þessi sem ég keypti á Senni innanlands, hefði þurft gleraugu bara svona yttur á bingo, og ef ég ætlaði að kaupa mér eitthvað sambærilegt innanlands, þá hefði það verið 100 áskall. Það er ekki sér. Líka í fátækt, þá er aldrei hægt að staðgreiða neitt, maður þarf alltaf að greiðsludreifa og það að gera það er miklu dýrara og fólk alltaf bara eitthvað, vá, akkur er staðgreiðir ekki miklu ódýrara, maður er bara eitthvað heldur að ég sé að fara að leggja út fyrir eitthvað sem kostar 50.000, já ekki 50.000, þannig að fólk er svona, það er bara dýrt að vera fátækur. Já. Og þetta fer til innheimtufyrirtækja eins og varst að nefna hans og þessi innheimtufyrirtæki, þeir eru bara að græða feitt af fátækufólkinu. Af því að hvaða reikningar fara til innheimtu? Reikningar frá fátækufólki. Það er rosalega mikið af svona góðum heilræðum, það er mikið ódýrara í dag að eiga til dæmis rafmagnsbíl heldur en bensínbíl. Startkostnaðurinn er óyfirstíganlegur þröskuldur. Í upphafstímabilið á lyfjatímabilinum, ég veit
að í heildina yfir árið þá ég að borga minna í lyfjakostnað heldur en að þessar breytingar voru gerðar. En fyrstu liðin á nýju tímabili geta verið óyfirstíganlegur þröskuldur hvert einasta fokkin ár fyrir fullt af fólki og það þarf að redda sér og það þarf að taka lán, það þarf að biðja vini og ættingja að pitcha inn þannig að maður getur haldið áfram að taka lyfin sín og það eru, ef ég hætti að taka hormónana mína þá enda ég inn á sjúkrahúsi með beinkrömm, það afleiðingarnar til dæmis. Þetta ekki einhver valkvæður hlutur og að setja valkvæður hluti í þannig stöðu að það óyfirstíganlegur þröskuldur að nálgast það bara mannvonska. Þetta bara þegar þetta tala lyfjakostnaðinn, þegar maður dettur niður einmitt í fyrsta þrep og í mínu tilfelli þar ég náttúrulega að leysa út járnlyfin og þau kosta bara 33.000. Ég að fara að taka upp enna 33 skall að borga bara, gjör svo vel. Nei. En þá komum við að legðu bara fyrir, það áttu fyrir fyrst útborgunni. Akkurat. Fyrir ekki þig Helga og Gerdís þið töluðu á nákvæmlega sama tíma þannig að ég heyrði ekki það sem að þið sögðuð. Er mómentið farið? Nei, ég sagði þú dreifðu það nú bara upp úr öðru rassvasanum. Já, auðvitað. En Helga? Gerir það ekki? Já, allir. Ég var að segja að allt fólki sem að kemur með þessi frábæru ráð til þín og segir þér að legðu bara fyrir, þú veist að fyrsta greiðslan kemur, þú veist að fyrsta þrepið þú dettur niður í það aftur, legðu bara fyrir, safnaðu. Það fólk sem ekki í stöðu sem við erum í. Nei, einmitt. Já, og svo þetta, þú veist að til dæmis þegar maður í þeirri forréttindastöðu að geta fengið, þú veist, eins og vera með netgiróið sitt opið eða eitthvað svoleiðis, þá náttúrulega, þú veist, þegar eitthvað bilar þá hagstæðar að kaupa eitthvað nýtt af því að þú kaupir eitthvað notað, þá þarfst að greiða það út og þú átt ekki pening, þannig að það þú veist, hendur að kaupa nýtt og setja það á raðgreiðslur á netgiró, þú þarfst að strax, þú veist, þetta svona annað dæmi líka, að þú veist, þú getur ekki nýttir, þú veist, þessi tilboð eða stökkva á eitthvað sem þú veist, ódýrt notað, það bara þetta og svo oft miklu dýrar að láta gera við hlutin heldur en að einmitt kaupa sér nýjan og þú þarft að borga það út í hönd líka þannig að þetta alveg hiklaust stórt issue. Var eitthvað annað sem að við Það eitt sem að ég myndi vilja koma inn á, það það reyndar fordómar fyrir fólki sem heldur að við öryrkjarnir höfum það svo gott að við höfum rétt að sækja alls konar styrki og svoleið sem að ekki nema örlítið hluti af okkur hefur rétt á að segja. En það upplýsingaleysi. Það eru rosalega margir eins og þegar þú verður öryrki að ferða endurhæfingarlífeyri fyrst. Þér ekki sagt að þú rétt að heimilisuppbót eða þú gætir aftur rétt að þér ekki sagt frá einunni neinu. Þú þarft að toga upplýsingarnar með töngum upp úr fólki, þannig að þú sért að biðja þau að borga upp úr eigin vasa, það sem þú ert að biðja Og þar alveg verður hellingar af fólki af alls konar réttundum sem að þau eiga rétt á, en þeir ekki sagt frá. Og fáránleikin í því náttúrulega bara, þú veist, og af hverju þurfa örorkubætur, endurhæfingarlífeyri og ellilífeyri að vera svona rosalega mikið skiptu niður í þetta, af hverju þetta ekki bara þetta upphæðin, svo þú veist, ef þú býrðir þá og benda þér á hluti. Það ætti að fylgja til dæmis bara lítill miði með þegar þú færð örorkumat eða umönnunargreiðslur eða endurhæfingarlífeyri eða hvað það bara lítill miði sem segir, heyrðu, þú gætir átt rétt á þessu. Niðurfellingu á bifreiðagjöldum, heimilisuppbót, tekjutryggingunni, bara, þú veist, allt þetta sem þarna innan. Tala nú ekki fáránleikann ef að ég skildi nú allt í einu eignast maka og þá lækka mínar tekjur að því að maki minni með tekjur. Ég tala nú ekki þá staðreynd ef að dóttir mín skildi nú lendi því að erfa eitthvað, að þá hefur það áhrif á mínar tekjur. Vinkona mín misti barnsföður sinn og börnin hennar fengu arf eftir föður sinn sem lést og það þýddi það að hún misti stóran hluta sínum tekjum og sínum örorkubótum. Hvað ruglum það? Ég þeirra skoðun að Tryggingastofnun ríkinsins, Sjúkratryggingar ríkinsins og allt saman, þetta batteri,
þetta ekki sett upp sem þjónustustofnun fyrir fólk sem þarf aðstoð, þetta sett upp sem eftirlitsstofnun sem greiðir bara út það sem hægt að þvinga út þau. Já, mér varst einmitt skýrslan frá Ríkisendurskoðun, mér varst hún mjög fróðleg og góð yfirlestrar vegna þess að það einmitt komið fram akkurat þessi atriði, hvað væri mikilvægt að Tryggingastofnun sinnti einmitt upplýsingaskyldunni sinni sem hún hefur ekki verið að gera og að og vegna þess að hún væri ekki búin að vera að gera það væri fólk að verða af greiðslum. Ég til dæmis varð af því að fá heimilisuppbót í mörg ár vegna þess að ég fór í sambúð, þá datt hún út. En mér var ekkert sagt það skilur þegar ég hætti í sambúð að ég þyrfti að sækja hana sérstaklega aftur, sko. Ég held að ef þeir getur tekið hana af mér, þá getur henni bara skilað henni tilbaka þegar ég sparkaði kallinn út, sko. En nei, það var nú ekki svo gott. Þannig að í einhver ár þá einmitt fékk ég enga heimilisuppbót. Og eins þetta að eftir að ég skildi og orðinu ein með 3 börn, ég vissi ekki að ég þyrfti að sækja eitthvað sérstaklega að fá mæðralaun. Ég held að það kæmi bara sjálfkrafa. En ýmsir svona þættir og þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar, hún tekur mjög vel á öllum þessum vanköntum hjá þessari stofnun sem heitir Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar ríkisins. Vegna þess að og löngu tímabært, skilur, og við skulum bara rétt vona að það verði það eitthvað gert með þessar upplýsingar í framhaldinu. Að það verði ekki bara, ok, þetta rosa flott skýrsla, við skulum setja hún í skúffu og gleyma henni. Mér finnst það ekki boði. Eins og búið að gerast með svo rosalega marga hluti sem að snýr að okkur og okkar högum í gegnum árið. Vegna þess að við erum fólk rétt eins og þau og við erum alveg jafnan rétt á mannsamandi lífi. Einmitt. Ég líka einmitt mann, svona, þegar ég tala þetta, þá, ég misti einmitt mæðralaunin af því ég eignaðist annað barn. Já, þegar ég eignaðist 3. barnið mitt, þá duttu mæðralaunin minn út. Ég var ekki búin að skrá mig í sambúð, eða neitt. Það hefði ekkert breyst hjá mér annað en ég eignaðist þetta 3. barn. En mæðralaunin bara hættu. Ég einmitt hélt myndu hækka. En svo bara beið ég eftir þeim og ég hugsaði bara ég hljóta að vera að reikna eitthvað út. Svo þannig ég ákvað að fara niður í Tryggingastofnun og spurja út í þetta bara, heyrðu, átti ég ekki að fá mæðralaun. Og alveg bara, já, nei, þú varst að eignast nýtt barn og þá dettaði út og ég bara, af hverju? Þá sem sagt álítað þannig að þegar þú eignast nýtt barn þá sérstu komin í sambúð. Þannig ég þurfti að sækja þetta og heyrðu, það var nú ekkert það auðvelt, heldur þurfti ég að koma með faðernisviðurkenningu. Af hverju veit ég ekki. Ég ákvað að fara í staðinn og fá útprentun frá þjóðskrá upp á með sem heimilisvottorði til að sýna þeim að ég byggi ein með börnunum mínum. Það var þarna skýrt og það bara, nei, við tökum ekki þetta. Ég sagði bara, heyrðu, þú veist, fyrirgefðu, það tekur mig tíma að redda faðernisviðurkenningu af því að við búum ekki saman, þú veist. Og ég eiginlega bara, ég þurfti að fara og ég þurfti að tala með einhverja yfirmannesku hjá Tryggingastofnun til þess að þeir náðarsamlegast leiðréttu þetta með þessu sem ég hafði í höndunum. Af því ég bara neitaði að fara út fyrir en, þú veist, sagði bara, þetta er fáránlegt. Þið sjáu það alveg, þetta er fáránlegt. En þau veitir, þetta er, þú veist, já, ég bara, þú veist, ég skilir þetta. Eftirlitsstofnun, einmitt. Ekki þjónustustofnun. Alveg sama hvað þeir tauta á raul og þykjast vera eitthvað þjónustu að sína skjólstæðingar. Bullshit. Já. Þú veist að benda þér á þegar að réttindi eða eitthvað er að renna út, þú veist, áminning eða láta þið vita. Ég til dæmis lendi í því að ég er með uppbót vegna rekstursbifreiðar af því að ég er á bíl, ég þarf að eiga bíl, ég á fatlað barn, þú veist að ég bara þarf sjálf að komast á milli og geti miður ekki leyft með þann lúxus að vera í strætókerfið er skelfilegt á höfuðborgarsvæðinu, að ég lendi í því að akkurat áramót þá rennur út hreyfihömlunarmatið.
Þannig að þá missti ég þetta niður. Ég kveikti bara ekki á því ég gerði ráð fyrir að hreyfihömlunarmatið væri undir örorkumatinu. Þetta væri bara, það sama. Þannig að þegar örorkan mín fellur niður og ég sækjum aftur og ég fæ aftur inn örorku. Ég gerir ráð fyrir því að það þýði að þetta sé með í því, en nei, það þarf sérstakt hreyfihömlunarmat. Það ekki nóg að ég sé glími við það allt sem að ég að glíma við, heldur þarf ég að skilja inn sérstöku vottorði. En fyrir ekki bara það, heldur að þetta sé fáránlegt, heldur líka það að það ekki eins og eitthvað hefur breyst. Það ekki eins og mér hefur bara batnað áramótin. Þetta ástandið á mér. Þetta gerist áramóta, þá tek ég ekki eftir því, vegna þess að þetta var í, þetta er ákveðið áramót. Ef þetta hefði gerst í desember eða febrúar, þá hefði ég tekið eftir því að, En minni mig á það, ég þarf að tjekka á mínu og sjá hversu langa tíma ég á eftir, þá geti ég þarf að skila nýju, en það er krónískt ástand á líkamanum á mér. Þetta hérna er ekkert að fara neitt, en ég þarf á 2 ára millibili að fara til læknis og láta hann skrifa upp á það að jú, það er ennþá krónískt ástand á líkamanum og líka þetta með, ég áttaði mikið á því þegar þetta. Það er kannski allt í einu, bara allt í lagi. Þetta er bara eins og fólk verður 67. Já, þá hættur að vera öryggi. Jep, er eins og hérna Sóli okkar sagði mitt, já, þegar hún verður 67, þá hættur hún að vera hjólastól. Stendur upp og læknast eins og einhver. Já. Eins og biblíukraftaverk. Mitt persónulega dæmi bara skort á upplýsingu frá Tryggingastofnun og það var í tengslum við þegar ég var að kaupa bifreið. Ég var búin að sækja og fá allt inn að ég myndi fá styrk til kaupa bifreið. Það er fyrst að láta mig hafa hálfa styrking til þess að endurnýja bifreið þótt að ég hef aldrei átt bifreið á ævinni. Ég þurfti að rífa kjafti þess að fá fullan styrk til þess að kaupa bifreið. Og svo er þetta þannig að þú þarft fyrst að kaupa bifreiðina, svo þarft að skila inn pappírunum að hafa keypt bifreiðina, svo þarf Tryggingastofnun að samþykkja að þú hafi keypt rétta bifreið og svo færðu styrk. Þannig að ég sé þetta fæðast saman, ég hef sambandi Tryggingastofnun, ég spyr hverjar eru reglurnar það hvaða bifreið maður má kaupa, hver eru kríteríuna sem maður þarf að uppfylla, á hvaða grundvelli eru hlutir samþykktir eða þeim synjað. Bókstaflega, orð fyrir orð, svarið sem ég fekk tilbaka var verður bara ekki að kaupa neina vitleysu. Mér finnst líka eins og þegar að Tryggingastofnun og ríkið ætla að gera vel við öryrkja og get ekki eins og tala við fólk að hlusta á fólk og hlusta á það sem að einmitt hefur verið bent á bara í gegnum árin, ef að við, ef að fólk í þessu stuði fær tekjur að þá náttúrulega skerðist allt hitt og það var það ekki lok árs 2019 sem að ríkið eða Tryggingastofnun eða þetta er allt sama ruglið, ákveður að leggja smá inn á öryrkja eða eitthvað þannig og það hefur áhrif, það var einhver uppbót og mér finnst þetta alltaf bara svo flókið að skilja þetta og það var einhver uppbót og það hefur áhrif á tekjur sem þýðir að húsnæðisstuðningur lækkar, þannig að allt í einu leigan búin að hækka út af því að þau gátu ekki haft samráð við fólkið og bara svona, hei, viljið þið fá þessa uppbót, eru það alveg til í þetta? Þá mun samt leigan ykkar hækka, þannig að það er ekki hægt að færa þetta inn í kerfi, þannig að þetta sé þá einhver svona tekju uppbót sem sé þá kannski bara, ég veit ekki skattskyldi, þetta er svo fáránlegt, eitthvað, nú er það svo góð við ykkur, við ætlum að láta ykkur fá pening, en á móti mun leigan hækka, þið þurfa bara að eiga við það, en við létum ykkur samt fá ykkur pening, þannig að bara verið þakklátt. Allt þetta, það þarf að hlusta miklu meira á fólk. Já, líka eins og því sem í búsetuskerðingunum og voru að fá leiðréttingar. Þeir eru að fá tekjur sem þeir áttu að raunverulega rétt á, en svo fá þeir þetta inn í einni summu sem því Tryggingastofnun lítur á það sem svo að þú fegst bara eitthvað geðveikan pening allt í einu og þá fara lækkaðir en að örorkubæturnar þínar jafnvel næsta árið. Af því að þú varst að fá endurgreiðslu því sem að þeir raunverulega áttu að greiða, en af því að þú færði þetta í einni greiðslu, að þá bara, Hans, ekki, þú veist. Já,
Það sem að sanna að tala með að gera rosalega vel við öryrkja, ég held að þetta sé hluti af því af hverju þetta allt svona klippt niður í búta. Hér eru örorkubæturnar, hér er aldurstengt uppbót og þessi uppbót og þessi uppbót og þessi uppbót. Allt þetta, ég held að þetta sé með vilja gert svolítið, því þá getur þú sagt að þú hafir hækkað örorkubæturnar 5% en bara hækkað þetta millistykkið í miðjunni en engar uppbæturnar eða neitt svoleiðis og getur talað um að þessi bara, þetta er mesta prósentahækkun sem að öryrkjar hafa fengið í bara áratugi og svo fáum við auka 500 kall í vasan. Já. Einmitt. Já, nákvæmlega. Mér finnst einmitt í sambandi við þetta og þessar greiðslur allar. Þess vegna finnst mér ennþá brýnna að þetta framfærslu viðmið verði tekið til það verið tekið til þess þegar það er verið að ákveða á hvaða upphæð við eigum að lifa. Vegna þess að þessi framfærslu viðmið, nota bene, eru án húsnæðiskostnaðar. Og ég gerði það nokkrum sinnum, mér til skemmtunar, þegar ég var með krakkana að einmitt reikna hvar ég stæði í samanburði við þessi framfærslu viðmið. Og ég var venjulega svona 100 til 200.000 undir hvarða. Einhvern veginn að þá tókst mér nú samt að koma þessum blessuðu börnum mínum á legg, sko. Já, akkurat. Þegar ég fór til umboðsmanns skuldara, það sem Hans var að tala um áðan, ég mitt fekk neikvæða framfærslu upp á 80.000 eða eitthvað svoleiðis og ég sagði bara, já, samt er ég hér. Þetta er mitt alveg merkilegt, sko, að þessi framfærslu viðmið eru til, þau eru alveg viðurkennd, en það er bara ekkert af einhvern veginn, það er enginn sem tryggir þér þessi að þú sért að lifa, á þessum viðmiðum og ekki undir þeim. Það er gallinn, sko. Grunnþjónustan í landinu tekur ekki mið af þeim. Nei. Það er gallinn. Það er vandamál. Það er gríðarlega gallinn. Eitt af því sem þið eru nokkra búin að tala um er þetta með að það er fullt af hlutum í þessum framfærslu viðmiðum, þess með tala um þessa fjármuni sem þú ert að eyða í þetta og þessa fjármuni sem þú ert að eyða í hitt og við gerum ekki svoleiðis. Og rosalega mikið af því hvernig maður stundum talar um þetta út frá þeirri tíð er svona svolítið eins og að við séum ekkert að eyða peningum okkar í einhver svona óþarfa en raunveruleikinn er sá að við erum stöðugt að neita okkur lífsgæði sem að aðrir hafa aðgang af. Það er það sem að munurinn er á því hvaða stendur í þessum framfærslu viðmiðum það hvað við eigum að vera að eyða í skemmtun, hvað við eigum að vera að eyða í það að kaupa föt og eitthvað svoleiðis. Við erum ekki að gera þetta vegna þess að við höfum ekki efni á því. Ekki vegna þess að þetta er einhver peningasóun. Við erum að neita okkur föt, við neitum okkur mat við hæfi, við neitum okkur að taka þátt í samfélaginu kringum okkur, við neitum okkur alls konar lífsgæði. Og þau skilaboð sem að ég stöðugt fæ frá ríkisstjórninni og jafnvel frá sveitarstjórninni í kringum mig eru einföld. Þau eru það að lífsgæði er ekki fyrir svona aumingi eins og þig. Og það er, ég finnst að vera anskoti bara skítlegt. Það er að segja, þetta er líka, maður finnur þetta líka svolítið mikið í umræðinni að ef að maður vogar sér að fá sér eitthvað næst svona einu sinni, bara skýtna það að ég á ekki fyrir mat, mig langar í eitthvað sem er gott á bragðið svona fucking einu sinni, ég ætla að fá mig kökur. Náttúrulega er maður ekki nógu mikill aumingi, maður er ekki nógu mikill öryrki, fyrst þú hefur efnaði að fá þér köku. Kemur að fordómunum. Það er akkurat það sem maður alveg finnur fyrir. Ef þú leyfir eitthvað, þá er einmitt að býtu hvernig hefur að efna þessu? Hvernig getur þú gert þetta? Þú ert alltaf talandi og er ekki pening. En þá er maður náttúrulega kannski þetta eina skipti að pínu svindla
En það sem að kemur náttúrulega aftur á móti, þú þarft að hafa fyrir hlutunum, þarft náttúrulega að setja planið kannski upp á nýtt eða þarft að gera ykkur áætlun af því að kannski pínu að fara út fyrir og að svindla. Svo kemur fyrir að maður leyfir sig út. Ég með athyglisbrestin ofanálag, þannig að impulse control maybe not always the best. Nei, það eigum að fá að vera mannleg. Já, en svo gerir maður einhvern tímann þetta maður svona leyfir sér eitthvað eitt. Jafnvel eitthvað sem nýtist áfram, hvað þín með neglurnar, þetta að því ég impulse by öðru hverju hluti og eitthvað þessi keypti var svona naglagelsgræjur og ég ekki búin að eyða krónu í þetta í nokkur ár. Ég bara svona pikkaði upp einn og einn hlut sem vantar inn í þess að geta haldið áfram að gera eitthvað svona næs öðru hverju. Shit, maður sparkaði fast í sjálfan sig líka fyrir að sóa peningum ykkur svona pjatt og vitleysi. Þá maður sé fulllega meðvitaður það að skiptir ekki máli góður fucking blankur, góður fucking fábækur, góður líkir fucking auðmiki, mátt eiga eitthvað, mátt upplifa ánægju svona öðru fucking hverju. Það sem mér líka svolítið gleymast það ef að þeim myndi að hækka við okkur framfærsluna, þó það væri ekki nema eitthvað smá og við gætum leyft okkur svona hluti, kökusneið, naglasett, bíóferð eða bara whatever, að þá málið það að þá erum við að leggja miklu meira til samfélagsins. Samfélagi græðir miklu meira á okkur því við erum að borga þá skatta af öllu sem við erum að gera og allt, ég meina bíómiðin hluti að verði bíómiðans eru skattar sem þetta greiða til ríkisins. Þannig að þjóðfélagi græðir miklu meira á því að láta okkur hafa framfærslu sem að, gerir okkur kleift að gera eitthvað smái skemmtilegt fyrir okkur sjálf. Og þannig hjálpum við tannhjólum samfélagsins og bara ríkisins og landsins að snúast. Það er til rosalega mikið af rosalega góðu lesefni þar sem er búið að rannsaka áhrifin af því að hækka lágmarkslaun og lágmarkstekjur og það er allstaðar að koma fram, allstaðar það sem er verið að rannsaka þetta af einhverju viti, þá kemur það fram að þegar þeir sem að eiga minnsta peningin fá aukveiktispening, þá fer hann allir beint aftur út í hagkerfi og skilar sér inn margfalt. Það er ekki bara það peningarnir sem skattarnir af bíómiðanum, heldur bara það er spáði í því ef allir öryrkjar á landinu hefðu efni á því að fara 1 sinni til 3 sinnum á ári í leikhús. Það er veistu hvað það er mikið af störfum sem tengjast leikhúsi bæði beint og óbeint sem að myndi fá geðveikt búst við þetta og það er bara einn svona pínu lúxusgaur. Ef við tölum alls konar aðra þjónustu sem við myndum sækja að fara örlítið oftar út að borða, kaupa okkur örlítið oftar föt, kaupa vandaðri föt, eiga efni á því að kaupa lokal framleidd grænmeti og mat í betri gæðum heldur en við höfum aðgengi að því svolítið. Allt þetta er ekki bara skattekjurnar sem skila sér aftur tilbaka, heldur þetta líka það þarf fleira fólk í störf til þess að þjónusta stærri neysluhóp. Til dæmis, bara það að lægstu launahóparnir fái búst eykur störf með beinum hætti. Vegna þess að þegar það er meiri eftirspurn, þá þarf að skila frambúðinni á móti. Og þetta hefur margfalt meiri áhrif heldur en löngu afsannaðir og úrdankaðar kenningar sem er bókstaflega verið að þvinga ofan á íslenska samfélag en frá þeim daginn. Þetta er svona hagfræði 101, sko. Einmitt. Og þetta er líka annað, sko, að það er alltaf með blessaða niðurskurð í ríkisreknum stofnunum. Þar eru einmitt töpuð störf líka. Og þar er atvinnulaust fólk sem fer á atvinnulausbætur, örorku, framfærslu hjá sveitarfélögum. Þetta er einhvern veginn, okkur er ekki leyft einhvern veginn að vera samfélag og vinna fyrir hvort annað. Leggja það til sem að við höfum fram að færa því að nú er ég búin að vera frekar lengi að starfa í félagasamtökum með alls konar jaðarsettu fólki. Þetta er fólk sem hefur rosalega mikið fram að færa. Ég meina, sérðu bara umræðurnar okkar í kvöld, við höfum öll eitthvað að segja,
ég var að klippa saman þetta myndband þar sem að alveg, rosalega frambærilegt fólk að segja frá sinni reynslu. Þetta allt fólk sem að hefur stað í samfélaginu, sem að getur gert hluti, en það einhvern veginn bara, fólk útilokað. Það útilokað frá menntunartækifærum, það útilokað frá bara að lifa í samfélaginu, fá að taka þátt, og það bara, það náttúrulega í fyrsta lagi bara ógeðslega skítt og í öðru lagi bara brota mannréttindum. Hvað finnst ykkur? Hafið þið eitthvað við það að bæta? Ég alveg sammálaður vegna þess að eins og búið að koma fram og ég svo hjartanlega sammála öllu sem hefur komið fram að það verið að neita okkur basic mannréttindi vegna þess að það að leyfa okkur að lifa með sæmd eða leyfa okkur ekki að lifa með sæmd að neita okkur basic mannréttindi. Þannig að það að vera alltaf undir hælnum á einhverju yfirvaldi, og ég meina þetta geta allir sem að hafa til dæmis búið í kúgunar eða ofbeldis samböndum sagtir hvað það mannskemmandi til lengri tíma, og það nákvæmlega það sem að ríkisvaldið búið að vera að gera við okkur þessa jaðarsettu hópa í svo langan tíma. Það endalaust verið að tróða okkur undir hælinn. Það endalaust verið að segja okkur, já nei, þú ert ekki nóg góð, þú verður að sitja út í horni, þegja og vera sæt. Og vera þakklátt bara fyrir það að við vitum að þú ert til. En ég vil meira. Bara, so sorry. Bara, ég ætla að hafa hátt og ég hætt að halda kjafti að vera sæt. Ég ætla að halda áfram að vera sæt. Já, þetta ekki hægt að vera sæt, sko. Alveg slagt það. Nú ætla ég að vera hávær, skilur, og ég bara gjör svo vel verðið að heyri í mér, takk. Já, einmitt. Og mér finnst neglurnar alveg sjúklega fabulous, Hans. Ég elska neglurnar. Sammála. Já. En sko það annað líka sem að mér finnst vanta pínlítið inn í umræðina, og það það að vera fátækur eða búa við fátækt eða verulega skert, það til skammstíma miklu auðveldara og allt annað heldur en að þurfa að búa við það sem eftir Að horfa á dótturinn mína þegar hún varð 18 ára gömul og vita það að hún ætti eftir að lifa undir sultarmörkum þessum eftir ævinar bara því hún vogaði sér að fæðast fötluð. Það allt annað þegar maður öryrki eða ellilífeyrisþegi að vita það að maður þarf að búa við fátækt og langt undir fátæktarmörkum í það sem eftir ævinar jafnvel, heldur en að þurfa að glíma við þetta í 1 til 2 ár. Og það svo margir sem horfa fólki fátækt og horfa niður á það að segja þetta sé ekkert mál sem hafa kannski prófað sjálfir að vera tekjulitlir í kannski hálft ár eða á meðan þeir voru í námi. En gleyma því að það allt annar raunveruleiki þegar að þú getur ekki velt boltanum undan þér í einhvern skamman tíma. Heldur þú þetta viðunandi ástand. Viðvarandi ástand fyrir ekki. Já, akkurat. Það líka annars sem að ég held að orðalagi sem ég hef þetta sett í stuttu máli að það gríðarlega munur á milli þess að vera blankur og vera fátækur. Einmitt, algjörlega. Og ég manna við Helga, að því að til dæmis að vera fæddur með fötlun og þessi flækjustig tryggingastofnunar. Og einmitt þetta að þurfa alltaf að sækja aftur þó að þú sért fæddur með fötlun og að þurfa stanslaust að endurnýja. Og flækjustigir við að þurfa, þú þarft að fylla út þvílík flókna og mikla umsókn hjá Tryggingastofnun, þú þarft að skila inn læknisvottorðum, þú þarft að skila inn öllum andskotanum sem þegar til hjá Tryggingastofnun og hefur jafnvel verið frá því barnið fæddist. Og það vantar kannski eitthvað smá eins og þú getur lent í því að þeir taka sér 8 vikur í viðbót og hugsa málið hvað þeir ætla að gera við þig.
Tala nú ekki þú fer með mikið fatlaðan einstaklingu þurfa að fara með viðkomandi þessu íþróttagera til tryggingalæknis sem átt að meta hvort að barnið mitt væri nógu fatlað, ég veit það ekki. Það er ekki eins og þroskahömlun og einhverfa læknist eða mun einhvern tímann lagast eða skána. Hún verður þannig alla sína ævi. Og spurningarna sem að tryggingalæknirinn lagði fyrir hana, og hún alltaf sögum einhverfi bara baka mömmu sinni og getur ekki svarað neinu, að þú veist, ég meina, eins og spurningi sem ég fekk fyrir 17 ára gamla dóttur mína, þú veist, hversu mikið drekkur fyrir hátti? Og þegar tryggingalæknirinn tekur stróklininn á borðinu sínu og hendir því á gólfið ætlar þess að dóttir mín beygir sig niður á réttinu það. Jesús minn. Hvað rugl það? Þú veist, og líka, ég meina, að þurfa að koma með hann að fara og sækjum fyrir hann að 2 til 4 ára fresti, að þið segja að þið vilja nýjustu upplýsingar. Ég meina, þið eigið allar þessar upplýsingar nú þegar hjá ykkur og þið vitið alveg að þessar fatlanir hennar ekkert að fara að læknast. Ekki það ég verið ægilega glöð, það kemur svona stoppfrumu eitthvað kraftaverk og væri hægt að hjálpa henni á eitthvað nátt, en þetta ekki eitthvað sem að fara að læknast. Þannig að svo mikið flækjustig, plús það líka, ekki má gleyma þeirri staðreynd. Ég sótti fyrir dóttur mína örorku og ég sótti annað fyrir hann í leiðinni. Ég fór og skilaði inn öllum pappírunum sem ég þurfti að redda til Tryggingastofnunar. Og svo þegar ég var að sækja hinn hlutan fyrir hana, að þá átti ég að skila inn sömu pappír undir Tryggingastofnunar og ég sagði, ég búin að skila þessu. Nei, þetta skilar þú til þessarar deildar. Hún í hinu herberginu við hliðina. Og ég alveg, getið þið það ekki bara að fara með pappír á milli? Nei, ok, en getið þið ekki ljósið þetta? Nei, það má ekki fara með það á milli herbergja. Ok, getið þið þá fengið pappírann tilbaka sem ég var rétt ykkur fyrir korteri? Ég fer alveg að ljósið þetta og færi eitthvað aftur. Nei, við þurfum að fá aftur í frumriti. Í alvöru. Það nánast hvert einasta skipti sem ég þarf að fara að tala við Tryggingastofnun og endurnýja eitthvað, þá dettur mér alltaf í hug atriðið úr Ástríki og Steinríki og Þrautur 12. Það staðurinn sem gerir þig geðveikan. Það svo góð lýsing á því að díla við Tryggingastofnun. Já. En það líka annað sem talandi þetta með skort af aðgengi og skort af þessu og skort af hinu. Það bara einn af þessum hlutum sem fylgir því að hafa ekki efni á því sem raunverulega þarf. En svo með það liðirnir hjá mér allir laflausir og svo. Stundum dettur mér í hug, að hugsa svolítið til hvað ef ég hefði efni á því að kaupa mér þann stuðningsklæðnað sem ég þyrfti helst að eiga og nægilega gott rúm og þessar basic hluti, einn af þessum sem maður heyrir alltaf í auglýsingum að góður svefn grunnurinn að góðri heilsu. Hvað ég hefði efni á öllum þessum hlutum í samræmi við mína þarfir, hversu mikið meira gæti ég gert, hversu mikið meiri orku hefði ég, hversu mikið minni væri sársaukastigið. Hversu mikið gæti ég þá tekið þátt í því, hversu gæti ég þá farið að vinna einhverja léttari vinnutíma, ekki með of marga klukkutíma helst eða eitthvað svoleiðis. Ef ég tekið mér vinnutarnir og treyst á það að skrankurnámið myndi ekki gefa sig, gæti ég lagt í einhver verkefni án þess að gera það með þeirri meðvitund að þegar verkefnið búið, þá ég búinn. Það ekki bara það að maður hefur ekki með beinum hætti aðgengi að hlutum eins og hlutastörfum eða skóla eða eitthvað svoleiðis. Við sitjum í þannig stöðu að við höfum ekki aðgengi að þessu vegna þess að við höfum ekki efni á þeim nauðsynjum sem við myndum hafa til þess að geta líkamlega og andlega verið færir með þessa hluti. Þetta alveg svakalega góður punktur. En mér langar eiginlega bara að því ég með ykkur 2 sem hafi verið á Akureyri og ég veit að við Sanna höfum mikið talað almenningssamgöngur og í Reykjavík sem eru náttúrulega við vitum alveg að er stórlega ábótavant. Nú til dæmis strætó á Akureyri frýr. Er það jafn gott og það hljómar?
Það munar gríðarlega. Vilt þú fara fyrst? Nei, við getum líka bara svolítið svona kasta þessu á milli, sko. Það munar gríðarlega mikið það að geta treyst á það að ef þú nær strætó, þá getur þú tekið strætó. Ef strætó að ganga, þá getur þú tekið strætó. Jafnvel ef þú þarft að labba aðeins lengra eða það tekur svolítið lengri tíma að komast af því að hann fer ykkur krókaleiðir, að hann sé ókeypis skiptir rosalega mikið máli. Hins vegar kemur á móti að strætó á Akureyri gengur eiginlega voðalega lítið af kvöldin, það voðalega lítið hægt að nýta sér strætó helgar og það spyrir sér, þetta sé ein leið og það til dæmis Píraturum fyrir norðan, hann talaði það sko að voðalega fínt að þetta sé mestmegnis bara netfundahald í ár út af COVID vegna þess að ef við værum að hittast til dæmis á kaffihúsi og þá yrði hann að fara klukkan 8 eða 9 til þess að ná strætó og ef hann ætlaði að taka strætó til þess að koma niður á kaffihúsi af því það eftir 6 þá yrði hann að taka strætó klukkutíma áður en fundurinn og eitthvað svoleiðis, þannig að praktikal notkun á strætóunum kannski ekki alltaf upp á þessu besta, en við veitum hvað muna miklu að maður þurfi ekki að borga fyrir. Já, mér fannst það einmitt mjög stórt skref þegar að var orðið frítt í strætó á Akureyri vegna þess að krakkandi mínu nýttu sér strætó alveg rosalega mikið vegna þess að mér fannst bara algjör óþarfi að vera að eyða bensíni í það að skutla þau fram og tilbaka þegar að þau einmitt höfðum heilbrigða fætur og gátu nota strætó. Og en ég alveg sammála af því að nú vann ég til dæmis í nætursölunni þar sem að strætó stoppaði og stoppar líklegast ennþá þar fyrir utan að kerfið sem slíkt bara alls ekki nógu gott. Því var breytt fyrir töluvert mörgum árum síðan og þá breyttist það til hins verra. Þá var það ekki eins skilvirkt og svo einmitt það gengur ekki nema að ganga einhverjar 2 leiðir eða eitthvað á kvöldin og 1 leið helgar. Og það náttúrulega gerir það bara frekar erfitt vik fyrir þá sem að þurfa að nýta sér þessar almenningssamgöngur að notast við þær vegna þess að þú kannski nærð ekki strætó nema einu sinni á klukkutíma sko. En á móti kemur að þú þarft ekki að borga fyrir þessa þjónustu sem að mér finnst náttúrulega bara algjört toppur. Einmitt, ég skil þetta einmitt, maður alltaf í svona smá dílemmu með þetta, að auðvitað vill maður frían strætó en maður vill líka gott leiðakerfi af því að það þarf, hvort tveggja eiginlega til þess að þetta gangi upp. Strætó í Reykjavík, þið kannski hafið kynnst honum eitthvað en hann náttúrulega bara mjög mishentugur fyrir fólk, sumum finnst þetta reyndar fínt en það örugglega það fólk sem bara heppið. Ég þeirra skoðunar allavega vegna þess að velflestir sem ég heyri í eru mjög ósáttir, einmitt allt of langt í stoppustöðvar, leiðirnar eru, fáránlegar, það make engan sens, það taka jafnvel 2 strætó til að komast tiltölulega stutta vegalengd. Þeir eru á alls konar tímum þannig að stundum korter á milli, stundum hálftími, stundum klukkutími, stundum bara ganga þeir ekki, sumir ganga ekki eftir, þetta bara, já. Það bara mjög ónotendavænt. Stundum sleppa þeir ákveðnu hverfi þegar það mikið að gera? Já, akkurat. Við lentum oft í því að strætó hreinlega bara kom ekki. Já. Og þar að auki þetta ógeðslega dýrt. Já. En sko, það annar fyrstu líka með almenningssamgöngurnar í Reykjavík. Ég veit ekki hvernig það nefnilega fyrir norðan, ég þekki það ekki. Ef þú vogar þér að vera fatlaður og þarf að nota almenningssamgöngur, það að segja ferðaóþjónustuna, það er sjúklega dýrt. Dóttir mín borgar gríðarlegar upphæðir á mánuði af sínum rosalegu örorkubótum.
og og svo þú veist, hann gengur bara ákveðnum tímum, það er takmarkað hvenær þú getur notað það, og tala nú ekki það, að það er takmarkað hversu marga ferðir þú nota. Hver lendir í því sem ekki er fatlaður og þarf að nota þetta, að, nei, fyrirgefðu, þú búin að taka strætó 4 sinnum í dag, þú bara, sorry, farð ekki fara í vagnin. Þú búin með þína ferðir. Já. Það er bara, já. Þú er bara dýrt. Ferðaþjónustan er bara, hún er fáránlega dýr. Sanna er einmitt búin að vera að kanna þetta og spyrja sér þetta, og þetta er náttúrulega bara, og svörin sem koma eru bara út í hróa. En þessi hámarksfjöldi, hvernig virkar það? Því að nú man ég, þetta var að fara í gegnum einhverja breytinga núna heitir þetta pantakstur eða pantað eitthvað, og þessi hámarksfjöldi, það var sagt að hann væri ekki. Er þá hámarksfjöldi á mánuði, eða þú veist, hvernig virkar þessi hámarksfjöldi? Það er hámarksfjöldi á mánuði og þú þarft að sækja til félagsþjónustunnar og þú þarft að telja upp nákvæmlega hvað einstaklingurinn ætlar að gera og hann gæti þurft að nota marga ferðir á mánuði, og svo gætur þú fengið úthlutað þannig að hann megi nota ferðaþjónustuna 2 á dag. Þannig að ef þú ætlar að komast til dæmis að heiman í sjúkraþjálfun og frá sjúkraþjálfun í skóla og frá skólanum heim, þá þú komið í 3 ferðir, sorry. Þú getur sótt undanþágur fyrir þessu hámarksfjölda og getur farið upp í ákveðið mikinn fjölda, en þakið er alltaf samt til staðar. Ef að þessu hefur verið breytt þegar pantþjónustan kom upp, þá er það eitthvað sem að mér var ekki kynnt allavega, ekki okkur mæðgum, og það sem er líka, það er alltaf verið að breyta hinn og þessu í þessari ferðaþjónustu, og svo náttúrulega líka, ég meina, ef við horfum á þetta raunhæft, kerfið sem að þeir keyptu inn og var valið að kaupa fyrir þetta, sá sem hannar kerfið og sá sem selur þeim kerfið segir við þá, herðu, í 3-7% tilvika á dag klikka ferðirnar. Við erum að tala 90-120 ferðir með fatlaðan einstakling. Á hverjum einasta degi þeim finnst eðlilegt að þær ferðir klikki. Ég hef fengið heim vitlaust barn, barnið mitt hefur bara ekki verið sótt, ég hef lent í því að barnið mitt sé keyrt eitthvað allt annað, rekið út úr bílnum, jafnvel eitthvað starf þar sem er kolniða myrkur og engin starfsemi og ekkert í gangi. Ég hef lent í fáránlegust uppákomu með ferðaþjónustuna. Hún hefur verið sótt heim til að keyra hana niður í Laugardalsvöll þegar hún sat í Laugardalsvöllinni og beið eftir bílnum sínum af því að bílstjórinn horfði vitlaust á. Þú veist, það eru ótrúlegustu hlutir og þú veist, fólki sem er ráðið þarna inn er margt sko fólk sem að fengi ekki einu sinni vinna í sjó. Þannig að þetta er bara happ og glapp hverju þú lendir í þarna. Ég bara væri til að vita hvernig þetta er fyrir norðan, þetta hérna í bænum, þetta er bara skelfing. Hans? Við fengum svolítið skemmtilega frásögur á því hvernig ferðaþjónustunni er háttað hérna fyrir norðan. Við síðustu sveitarstjórnarkosningar. Skemmtilega sögur. Það var eitt af því sem var svona svolítið rauðið þráðurinn þar í, er að þú þarft að panta hverja ferð fyrir sig og að ég er svo taxi í raun og veru fer með ferðaþjónustuferðirnar miklu leyti fyrir utan annan bíl sem að fer með svona lítill skólabíl. Og þegar það kemur að þessum taxiferðum, þessum sérferðum sem að fara, þá var talað það að gerðist mjög oft þannig að ef þú varst ekki akkurat þar sem að bílstjórinn var að leita að þér þegar hann mætti, þá bara fór hann aftur. Þannig að ef að það var blind bílur eða haugarigning eða eitthvað svoleiðis, þá og þú vogaði þér að standa inn fyrir dyrnar, þannig að þú væri ekki bara gersamlega gegn blautur eða barnið væri ekki gersamlega gegn blautur, þá bara gerði það oftar en ekki að bílinn röndi upp að sá ekki neitt og fór bara. Og það var líka að tala það sko að þú átti bara rétt á því að fá ferðir upp að vissum tímapunkti og bara eftir klukkan 10 á kvöldin, eftir klukkan 10 á kvöldin, þá er bara ekki farið. Því það að ef þú ert fatlaður einstaklingur og þú ákveður að fara í bíó, þá er valkosturinn að fara klukkan 7 í það allra síðasta, annars áttu að hætta því, þú bara átt ekki að fara heim. Leikhús er náttúrulega alveg á, það skiptir ekki máli hvort það er boðið eða ekki, út að borða, það er maður, að klappa hvort að það hentar
og mörgum tilvikum þá þurfti fólk að sækja með fyrirvara. Þannig að ef eitthvað sem var allt í einu í boði, þá var það ekki í boði fyrir þig, því að það oft þessi fyrirvara. Svona skemmtileg heitt. Þannig að þetta svipuðum fólkin vandamálum hérna fyrir norðan. Ég man nefnilega að ég að því að ég á barn með einhverju greiningu og ég fékk nefnilega einhvern tímann að því ég á ekki bíl. Þannig að ég fékk einhvern tímann samþykktar fyrir hann ferðir með ferðaþjónustunni til þess að koma honum í talþjálfun. Það náttúrulega ekki inni í, hann var þá í leikskóla, það var ekki hægt að fá þá þjónustu inn í leikskólanum, þannig að ég þurfti að fara og sækja hann í leikskólan og fara með hann í talþjálfunina og reyndar fékk ég það síðan í gegn að stuðningsfulltrúinn hans mátti fara með honum en ég lenti því samt nokkur sinnum að þurfa að fara með hann sjálf og ég man að það voru svona mín fyrstu kynni af þessari ferðaþjónustu og ég man að ég hugsaði bara, þú veist, vá, ef að ég væri fatlaður einstaklingur að nýta þessa þjónustu, ég fann bara svona innilega samkennd með fólki í þeirri stöðu vegna þess að ég hugsaði bara, þú veist, þetta er rosalegt. Það er einmitt, þú veist, ef þú afbókar með of litlum fyrirvara, eins og bara kemur upp, þá þarfst að borga fyrir ferðina. Ég minna að segja einhverju 2 tímar sem þú hefur eða eitthvað til að afbóka ferðina. En þú veist, að það kemur upp til dæmis bara skyndilega að þú kemst ekki, þú veist, einhver getur veikst, eitthvað getur komið upp á. Og svo einmitt eins og þetta sem að Hans var að segja áðan, ég einmitt lenti því einhvern tímann að það var rosalega vont veður þannig við stóðum inni í húsinu og bíllinn bara kom og fór af því hann sá okkur ekki úti. Bara á meðan ég var að labba út með barnið úr húsinu af því ég heyrði í bílnum, þá var hann farinn. Þannig að hann basically bara kom, keyrði fram hjá húsinu og fór aftur út. Og veist, ég einmitt man eftir því að ég varð svo reið fyrir hönd allar þeirra sem þurfa að nota þetta dagsdaglega. Og ég held að þau reyndar, ég hringdi strax og þau sendu mér annan bíl og sennilega því ég var mjög reið og einmitt bara líka eins og ég segi fyrir hönd allra þeirra sem að þurfa að nota þetta. Og þú veist, mér finnst líka bara svo, þegar ég fór að spyrja út í því, ég hugsaði, þú veist, þeir eru að þjónusta fólk sem er, þú veist, hreyfihamlað, sem á erfitt með að komast út úr húsinu, þar kannski aðstoð, já, við veitum ekki það aðstoð. Þannig, þú veist, þetta er bara svo, ég er bara á ekki til orð yfir þetta. Dóttir mín lenti einu sinni í því að bílstöðin rataði ekki þangað sem hann átti að koma að sækja hana og þar lendi bara, var hún ekki svo, kom ekki mill. Og ég hef líka lendið í að dóttir mín hefur verið, sko, þú veist, ég hef sagt, heyrðu þátt að sækja hana á Frjálsíþróttavöllinn í Laugardal og ég tek fram, þetta er, þú veist, KSÍ, þetta er fyrir fram að KSÍ, þetta er þar við hliðina og þetta er A-inngangur og hann er staðsettur nákvæmlega þarna. Og svo hringir bílstjórinn í mig og segir, heyrðu, ég finn ekki barnið, ok, hvað er þú staddur? Já, ég er á Þróttarvellinum. Eða ég er í Laugardalslauginni, en hún er í Laugardalsvelli eða Laugardalshöll, já, nei, bara ég, þú veist. Og það bara neðin til miður, ég er orðin svo seinni, ég næ ekki að fara þangað að sækja hana. Fyrirgefðu Sanna, þú varst... Nei, þetta á að vera hluti af almenningssamgöngum, ekki eitthvað sem bara útvista til verktaka sem að er að drífa sig og get ekki hjálpa, þú veist, það á ekki að vera eitthvað, þú veist, fatlað fólk á ekki að þurfa að vera eitthvað í öðru sæti, ég meina ekki erum við eitthvað að borga aukalega ef við hættum við að fara í bíó og taka strætó eitthvað gjald fyrir að hætta við það af því að við skiptum upp skoðun og eitthvað svona og þú veist, og þetta er líka kannski kynnt sem eitthvað svona svaka ódýrt af því maður heyrir oft bara já, er þetta ekki einmitt helmingur strætófargjaldi, það er nú hvað, bara 240 kall, en ef maður reiknar 240 og segjum að einstaklingur sé að fara kannski 2-3 ferðir hverjum einasta degi, þetta er bara mjög fljótt að tikka inn, þetta er bara rándýrt. Þú veist, af hverju getur ekki fengið niðurgreitt afsláttarkort, af hverju getur ekki fengið tímabilskort, af hverju er þú eitthvað öðruvísi að því þú notar almenningssamgöngur og ert með fötlun, þú veist, af hverju er ekki sama að ganga yfir alla?
Þetta bara, kostnaður. Já. Eitthvað fleira sem þið viljið segja almenningssamgöngur áður við förum eða eitthvað annað áður við förum að hætta? Ekki nú bara það að ég til þess að nota almenning í Reykjavík og ég hét sjálfur mér því að ég myndi gera það aldrei aftur vegna þess að ég endaði grenjandi í kvíðakasti með vinkonu mína í símanum. Hans? Upp á almenningssamgönguna í Reykjavík, eitt af því sem ég gerði svolítið mikið verra að maður ætlar að reyna að nota heimasíðuna, hvað þá helvítis appið til þess að átta sig á því hvert maður að reyna að koma sér. Maður hefur klórað sig út úr lélegum heimasíðum áður, en þetta er bara keppnis. Og svo þetta með ástæðan fyrir því að ég fæ bifreiðastyrkir út af því ég er það illa verkjaður að ég bara gengur ekki langt í einu, það bara gengur ekki. En vitið þið hvaða reglur það eru sem maður þarf að uppfylla til þess að eiga rétt á bifreiðastyrk? Þannig maður þarf að sýna fram á að maður geti ekki gengið 400 metra á jafnsléttu í einum rykk. Og það er viðmiðið, þessi 400 metrar, því það er svona cirka 400 metrar áætlað á milli meðal strætóstoppistöðva eða eitthvað svoleiðis. Þú átt aldrei að þurfa að vera meira en 400 metrar frá strætóstoppistöðu eitthvað svo kjaftaði sem að ég veit, þau gengur ekki upp heldur. Það var eitthvað svoleiðis við mig. En ef að ég á gríðarlega góðum degi kemst þessa 400 metra í einum rykk og get tekið ókeypis strætóið minn upp í bónus, þá þegar ég er komin upp í bónus þá er ég farin að liggja fram á kerruna til þess að koma. Þannig jafnvel ef ég gæti gert þessi 400 metra, þá er þetta svo rosalega stutt og þetta tekur ekki mið af öllum öðrum litlu labbitúrunum sem við tökum allan dag og fólk er ekki meðvitað þetta er eins og að standa upp og rölta inn á baðherbergi og tilbaka aftur. Þetta eru nokkur skref. Þegar maður hefur takmarkað magn af skrefum á dag, þá geta þessi 400 metrar verið stundum mögulegir, stundum ekki mögulegir. Það er orðið verra hjá mér núna, þannig að ég á ekki séns að ég að góða mér upp í bónus nema með tekkin ef ég er bílaus. En mér finnst þetta að vera svo gott dæmi það hvernig rosalega mikið af þessum mælieiningum eru sem við stöndum frammi fyrir þegar við erum að díla við Tryggingastofnun sérstaklega. Þetta ef þú getur gert eitthvað, þá er ekkert að þér. En ég fékk svipað svona komment frá tryggingalækninum, þetta með að henda strókleðrinu á gólfið og undarlega spurningar og hversu mikið drekkur fyrir hádegi og svona skemmtilega hitt. Eitt af því sem að stundum kemur fyrir er að ef ég er upp til að slæða mér í skrokknum, þá eins og ég missi gripstykk í höndunum og ég held ekki blýanti. Ég get sett hann á pappírinn en hann rennur á milli því ég hef ekki gripið. Ég reyni að útskýra þetta fyrir þessum tryggingalækninum. Hún lítur á mig og segir að það er ekkert að höndurum á þér. Þú ert ekki fatlaður í höndurum. Það var vegna þess að ég sendi með spóðkerfisverki. Það telur það ekki neitt. Hvað telur þetta með? Ég nýstíður upp úr veikindum. Ég ætti möguleika að koma suður og hitta tryggingalækning í Reykjavík eftir 3 daga eða það yrði að bíða í 3 mánuði. Þetta voru valmöguleikar. Og ef það myndi bíða í 3 mánuði, þá myndi ég vera tekjulaus. Þá í auka 3 mánuði. Og svo kemur maður suður, nýstíðun upp úr veikindum og er allur spæ og ónýtur. Og viðmóti sem maður fær frá tryggingalæknum ég var ekkert að spyrja mig hvort ég fyndi stægilegra. Það er ekkert að þér í höndunum, þú ert ekki fatlaður í höndunum. Svoleiðis. Allt þetta tala það hvað þessi svo kósi að vera öryrki og fær maður bara peninga fyrir að gera ekki neitt. Niðurlæging á niðurlægingu ofan bara til þess að veiða peninga sem duga að valla fyrir leigunni. Ekki gleyma upphæðinni sem hún færði í bílastyrkinn, alveg heilar 360.000 krónur, þannig dugar þér valla fyrir druslu.
Og það mátti ekki sækja aftur fyrir undir 5 ár. Já, það átti að veita mér bara þann pening til þess að kaupa minn fyrsta bíl. Svona helmingin til þess að kaupa fyrsta bíl. Ég þurfti að rífa kjaft til þess að fá fullu fjárhæðina til þess að kaupa fyrsta bíl sem var 720.000 krónur. Ég átti möguleikann á því að kaupa bíl fyrir 700.000 krónur sléttar sem hefði verið betri heldur en bílinn sem ég endaði með því að kaupa sem var 750, en þú mátt ekki kaupa ódýrari bíl og fá lægri styrk. Það bann. Og veistu það að ef þú endurnýjar í bílinn þinn strax eftir 5 ár þegar þú mátt endurnýjan og þú fær bara helminginn af nýjum bíl þá, ef þú gerir það ekki strax, þá sparar þú enga peninga. Því ef þú keyrir drusluna þína þangað til hún hrynur í sundur eftir 12 ár, þá ertu samt bara að fá styrk til þess að endurnýja bíl. Það bara hálfur styrk. Þannig að við erum bara sett í þá stöðu að við verum að fá okkur röð af druslum. Vanalega næsta drusla örlítið lélegri heldur en síðasta drusla, af því við höfum ekki efni á því að kaupa betri druslu. Og já, partí. Já, einmitt. Þetta er leikhús fáránleikans, eða ekki? Getum við kallað það? Já. Hérna, hvað segir þið? Er eitthvað fleira? Erum við búin að útræða allt hérna? Ég veit við erum ekki búin að því. Getum setið hérna í alla nótt. En já. En það er svona spurning hvort við eigum að hittast aftur við tækifæri og taka annað svona spjall. Með fleirum. Þá bara langar mig að bara ljúka þessu í bili. Þangað til næst. En mér langar bara að þakka ykkur öllum fyrir og ég er búin að breyta þessu núna sjáumst við öll saman af því að við erum svo falleg. Bara þakka ykkur innilega fyrir Hans Jónsson, Sanna Magdalena Mörtdóttir, Helga Hákonardóttir, Hildur Oddsdóttir, Geirdís Hanna Kristjánsdóttir og ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við erum búin að vera að tala alls konar áskoranir í kerfinu. Ætlið öll að unmute ykkur og kveðja. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir samverðinu, þetta búið að vera æðislegt. Takk sömuleiðis. Já.